Já, velkomin að Rauðaborðinu á 50. Það margt hér í boði eins og alltaf. Hér í lok þáttarins þá höldum við áfram viðtölum við forsetaframbjóðendur. Það komið að Ásdísi Rán Gunnarsdóttur sem hefur ákveðið að bjóða sig fram til forseta. Við ætlum að reyna að komast að því hver hún er og hvert hennar erindi hvaða sýn hún hefur á forsetaembættinu og kannski hvað forsetinn getur gert fyrir þjóðina. Áhugavert viðtal við Ásdísi Rán hér í lok þáttar. Það verður kosið í Indlandi áður en það verður kosið hér. Indland fjölmennasta ríki heims, komið fram úr Kína, kallað fjölmennasta lýðræðisríki heims og lýðræði þar flókið og það kannski erfitt að setja sig inn í þessar kosningar hvað það snúast og til þess ætlum við að fá Jón Orm Halldórsson hingað á Rauðaborðinu, því hann gjörkunnugur indversku samfélagi og indversku stjórnmálum og við ætlum að fara í ferðalag til Indlands með Jóni Ormi. Þetta búið að vera viðburðarík vika í pólitíkinni og við höfum haft hér við Rauðaborðið líflega umræðu þessa stöðu. Þetta margflókin staða, mikil degla, margt á seiði, margt skrítið sem gerist, margt sem að kannski fólk vildi bara alls ekki að myndi gerast. Til þess að svona ráða í stöðuna ætla ég að fá hérna á eftir fjölbreytilegan hópa fólki. Og kemur Atli Þór Fandal sem framkvæmdastjóri Transparency International á Íslandi. Arnar Sigurðsson sem vínkaupmaður og ég held að sjá þetta segja hans grjótharður hægri maður. Ernu Bjarnadóttur sem varaþingkona Miðflokksins, lítið notuð því að þingmaðurinn hann gekk yfir í Sjálfstæðisflokkinn, þannig að hann vill helst ekki vera veikur svo að Miðflokkurinn fá ekki auka mann inn á þingið. Og Karen Kjartansdóttur sem fyrrverandi blaðakonna og upplýsingafulltrúi. Þau ætla að hjálpa mér að reyna að átta mig á hvað á seiði í íslenskum stjórnmálum, hver staða ríkisstjórnarinnar, hver staða Bjarna Benediktssonar sem að slá öll met í undirskriftasöfnunum, þar sem að fólk að fara inn á Ísland.is til þess að segja það að hann sitji ekki í sínu umboði. Hann búinn að slá þar met Sigmundar Davíðs eftir Panamaskjölin og á góðri leið með því að verða meðal allra stæðstu undirskriftasafnana í Íslandssögunni. Við ætlum að ráða í þetta allt saman hér á eftir, en áður en að við snúum okkur á viðtölum dagsins ætla ég að minna á, vegna þess að þannig samstöðin, hún lifir eiginlega á ykkar hjálp ef að þið bendið vinum og vandamönnum á efni sem ykkur líkar hér, að þá stækkar dreifikerfið okkar. Og þið getur bent á að það má finna efnið okkar á Facebook og YouTube og öllum hlaðarsveitum í útvarpinu 89,1 á Stórhöfuðborgarsvæðinu og það má sækja þær útasendingar í spilaran, spilari.is á netinu og spilarin líka app sem má hlaða niður og hlusta á útvarpið hvað sem í heiminum og svo erum við komin á sjónvarpið, til þeirra sem að fá sjónvarpið sitt frá símanum. Við erum með 5 á fjarstýringunni þar. Þið sem að vilja hjálpa til við að byggja upp samstöðina geta gert áskrifundur. Það kostar 2.500 krónur sem að mér sagt að sé lágt verð fyrir það efni sem að við búum til hér. Þið getið borgað meira eða þið viljið og þið sem kjósið getið látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþjóðfélagið. Þið gerir þetta með leiðin að fara inn á samstöð.is, það hnappur sem ástendur áskrift og framhaldi á að liggja í augum uppi. En þannig nú það, við ætlum að taka okkur örstutt hlé á meðan að þau að koma sér fyrir hérna Atli, Arnar, Erna og Karen og við ætlum að tala pólitíkina á Íslandi og það aldeilis fjör þessa dagana. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað. Og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021.
6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, herðu, það pólitíkin, það aldeilis búið að vera stormasum vika, held ég að verða að segja. Fólk hefur fylgst mikið með, við fundum þetta á samstöðunni, mikið áhuga á stjórnmálunum og fólk alltaf að spá og spekulera hvað muni gerast og svo ekki síður þegar eitthvað búið að gerast, hvað var það eiginlega sem að gerðist, hvaða merkingu hefur þetta. Við ætlum að fá hjálp til þess að leysa úr þessu og við fengi hingað 4 einstaklinga sem koma úr ólíkum áttum. Hérna Erna Bjarnadóttir sem varaþingkona Miðflokksins og sem í þeirri stöðu að verða líklega aldrei kölluð inn á þing. Einu sinni ég búin að fara, þannig að við skulum ekki útiloka neitt. Nei, en það sagan á baku það að aðalmaðurinn hann skiptir flokk. Já. Þannig að þegar að sjálfstæðismaður fer í frí, að þá kemur miðflokksmaðurinn. Ég bara þakkaði fyrir að vekja athygli á þessari góðu sögu af og til. Herðu, Arnar Sigurðsson, vinkaupmaður, hægri maður, gæti ekki sagt það? Jú, alveg. Stoltur hægri maður. Já. Karin Kjartansdóttir Ráðgjafi, pólitískt viðrinni. Já, þar mér vel lýst. Og Atli Þór Fandal, framkvæmdastjóri Transparency International Íslandi. Verið öll velkomin. Takk. Þetta eru skrýtnir tímar og það sem ég myndi helst langa til þess að ræða slit ríkisstjórnar Katrínar og ný ríkisstjórn. Já. Og svona hvernig hún byrjar. Það oft þannig að þið kannast við það þegar ríkisstjórn byrjar þá byrjar hún yfirleitt svona með meðbyr. Maður getur skoðað það í skoðanakönnunum og getur bent til þess að íslenska þjóðin bara við sér til að gefa öllum svona séns og fá við svona ég var að móta ykkur og ég bara styði þig þegar þú byrjar og fólk stjórnir byrja í svona 80 til kannski 60% stuðningi en svo fellur það mjög fljótlega. Hvað heldur að þetta sé ríkisstjórnin sem að almenningur hefur mikla trú á? Því ég get nú ekki komið á það sé svona útbreidd trú á þessari nýju ríkisstjórn innan gæsalappa. Þetta þetta gamalt vín á nýjum belgjum. Já. Og stofna til í víðu samhengi held ég að þingflokksformaður einn hafi orðað það. Hver merkingin á baku það? Já, mér finnst hún svo óljós að það lítur vera óljóst hvað þessi ríkisstjórn er. Ég kýs að líta þannig á það. Og mér finnst svona, menn segir svona þessa fyrstu daga svona stramma sig af og koma vel fyrir og lýsa því yfir þeir til að gera hitt og þetta sem þeir eru búin að hafa kannski 7 upp í 11 ár til að gera og hafa ekkert gert. Og það væri stórkostlegt afrek sem að ég myndi allavega líta til ef þeim tækist það þessu rúma ári sem þeir eiga eftir í þessum stólum. Að gera eitthvað? Að gera eitthvað eins og að fara að framleiða meiri raforku fyrir lok kjörtímabilsins heldur þeim að tekist að gera síðustu 7 ár. Bjarni talaði að það væri plan. Já, ég skil ekki ef að það virkilega Katrín Jakobsdóttir sem hefur staðið vegi fyrir það hefur verið hægt hingað til. Það rétti fyrir mér. Nú sé tappin úr flöskunni og nú flæði inn. Já, ég held að þeir sem eftir í Vinstri grænum væri kannski líklegri harðari á annarri skoðun en ég kann að meta það rangt. Arnar, það svona hluti af sjálfstæðisflokknum, ég kalli þetta stundum hægri hlutin í hægri flokknum, sem hefur aldrei verið ánægð með ríkisstjórnina, alltaf ekki frá 21, eins og litið að það hafi verið mistökkur í sjálfstæðisflokkinn að endurnýja stjórnarsamstarf við VG. Og það voru svona einhverjar ég veit ekki hvort það voru raunhæfar væntingar að það væri kannski núna laga bara breyta ríkisstjórninni úr því að það þurfti að búa til nýja ríkisstjórn. Og það væri ekki klókt á sjálfstæðisflokknum að halda áfram í ríkisstjórn með VG. Hvað þú í þessu? Já, ég get ekki sjálfsögðu undir það sko. Það ef ég náttúrulega helst til að losna við VG út úr þessu og náttúrulega hugmyndafræðilega hefði það staðið bæði Framsóknarmönnum og Sjálfstæðisflokknum miklu nær að starfa með bæði Viðreisn eða Flokki fólksins. Vandamáli eru þetta bara að svona raðast þessi pólitík og en fylgi, talað að margir líti á þetta sem mistök, já,
fylgi flokksins auðvitað helviti slagt í skoðanakönnunum, þannig að það og votuð þinn flokk, Sjálfstæðisflokk. Já. Sem þið segið bara flokkin. Já, það er svona akkerið í stjórnlandsins, sko, sem að svona þessi festa sem að hefur verið og auðvitað er það náttúrulega, hlýtur það að vera til bóta að Bjarni sé í forsætisráðuneytinu núna, sko, heldur en ég hefði bara haldið að það hefði nú hentað VG bara ágætlega að fara í stjórnarandstöðu, sko, og í þetta 1,5 ár sem að eftir sko. Og En heldur að hinni flokkarnir Viðreisn eða Flokkur fólksins vilji fara þarna inn? Þetta er ekki árennilegt. Nei, Flokkur fólksins var alveg tilbúin í það og það var bara spurningin að styðja einhverja skynsemis stefnu í hælisleitendamálum og orkumálum, þannig að sem var svona þeirra krafa. Nú, þetta eru stóru málin, sko, þó að auðvitað er eins og þú veist, sko, það er verið að gera skoðanakannanir reglulega og menn vita það alveg að þetta er það sem að sko brennur á þjóðinni, þó að menn sé ekki að tala hátt þetta, það er náttúrulega sá hópu fólk sem er kallað, sko, gengur utan nafninu, sko, góða fólkið svona í þeim skilni, svona sko, menn tala í svona gríni náttúrulega að það er oft, það er mjög gott fólk. Það er oft mjög gott fólk, sko. Já, einmitt, við erum þannig, einmitt, í bóndaliðinu, sko. Það er svona þessi háværi, sko, minnihluti sem auðvitað er ekki kannski það sem skiptir máli, og þessum stjórnmálaflokkarnir horfa til auðvitað þeir gera kannanir, það er verið að gera kannanir og kanna vilja fólks og þetta brennur á fólki, og svo er það náttúrulega vaxtamálin og það er auðvitað að kikka inn alveg rosalegar vaxtahækkanir á fólk núna og þessi 3 mál verða næstu kosningamál. Þetta er allt saman mál sem að ríkisstjórnin hefur búið til og það er svolítið erfitt að sjá það fyrir sér að þessi eitthvað fólk sem eru utan stjórnar, eitthvað góða fólkið, yfir 101 sem hafi rænt völdum á þess að sitja við völdin. Já, einmitt, en það er eiginlega, sko, 2 ríkisstjórnir í þessu landi, sko. Það er annars vegar svo sem að formulega situr og svo er það landvernd og sem að bara stöðvar allar framgöngur á Íslandi, allar framgöngur á öllum virkjunum og öllum það er ekkert hægt að gera. Það er bara stöðnun, ég meina, sjá það allir, það er ekkert að gera hér og yfirvofandi orkuskortur og það verður auðvitað allt öðrum að kenna eftir á og svo er náttúrulega alveg sama hvernig þetta allt endar, það verður alltaf augljóst eftir á, sko, en það er alveg augljóst núna, sko. Þú ert ekki bjartsýnn? Jú, til lengri tíma litið en ég held að gullleigan sé á fullri siglingu, sko. Og þeim mun bara meira náttúrulega sem að við einstaklingsframtaki fær að njóta sín og atvinnulífi fær að vera í friði og hið opinbera kæfir ekki allt með verðbólgu, þá held ég að það sé bara mjög bjart framundan, sko. Það er bara mjög skoðan, sko. Kari, hvernig finnst þér þessi stjórnmálaskýring? Ég er bara náttúrulega pólitískt viðreinu og segi bara þetta eru bara fínar skýringar og bara sammálaði margt. Mér finnst þetta náttúrulega rosalega spennandi hvernig þeir ætla að gera þetta. Þessi ríkisstjórn? Já, þessi ríkisstjórn. Hvað ætlar að gera? Já, sko, það er náttúrulega áhugavert að heyra þar sem skóin virðist helst kreppa. Það eru málaflokkar sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur haldið utanum og svona kvingar sem mjög mikið undan. Sem er orkumál, innflytjendamál og efnahagsmál. Já. Og þú veist, og ég ætla ekki að gera lítið úr þeim vanda sem þau eru að teikna upp, minnst bara skrítið að þau hafi ekki bara tekið mér á því. En þannig við það verið spennandi að sjá bara hvernig þetta verður og núna erum við að tala mjög mikið orkumál og það að kippa því í liðinn og það lítur út fyrir að allt sé að verða uppselt og svona, en þú veist, það hefur náttúrulega alltaf fyrir sig að það verður bara mjög mikil eftirspurn eftir orku á næstu árum, þannig að maður svona veit ekki alveg hvernig það verður, það þarf að gera rosalega mikið ef
eða á að uppfylla eiginlega bara endalausa þörf fyrir orku eins og stefnir í. En sko, það sem ég finnst svo áhugavert og mér finnst það eiginlega dálítið töff þegar að koma fram svona gaurar sem segja nú ætlum við að virkja og bara þú veist, næstum með skóplu í hönd af því það eru fyrirtæki, orkufyrirtæki í landinu, það eru þau sem sjá að virkja, ekki ríkisstjórnin, ekki alþingi, ekki orkustofnun eða landsnet, það eru þessi orkufyrirtæki. Og ég fletti bara upp í ganni, mögulegar virkjanir til ársins 2030, bara hvað á teikniborðinu. Og þá eru einhverja smávirkjanir, komum með tengingu við landsnet, já, leyfi, já, og svartsengi stækkun, hvort tvekja komið, en ég held að það sé búið að fresta því bara út af mjög svona augljósum orsökum. En orkufyrirtækin ekki með plönum að virkja? Þau eru nefnilega með svo fá plön, sko. Og þá líklega vegna þess að þau meta að ekki þetta að selja orku. En það geti kannski breyst ef orkuverð hækkar og það verður, þú veist, svona kannski meiri ávinningur í þessu. Svo eru Búrfellslundur, það komið sem sagt, þau eru með tengingu og leyfið í vinnslu að búið að auglýsa þetta. Þannig að það er þá svona stór vindorkuframleiðsla. Má ég henda í þetta en tengist þetta ekki í ramma og allir nú vandræðum við að hana? Já, en að plönin ekki meira á ég við. Já, en þú veist, já, þá eru bara íta hlutum í gegnum rammaáætlun en það er ákveðið ferli þar inni, sko. Þannig eins og ég segi, ég er spennt að segja og svo er það Hvammsvirkjun, það er tenging já og í vinnslu en það er búið að vera hjá Umhverfisstofnun núna í að verða ára því þá eftir að innleiða lög sem var ekki tekið tillit til þegar virkjanaleyfið var gefið út að því það var bara litið til gildandi laga og stefna. En þannig, jú, mér finnst þetta alveg tóltið spennandi og svo eru aðeins fleiri en þetta er ekki mikið á teikniborðinu og þá velti ég fyrir mér, þú veist, já, hvort að fyrirtækjum fer ekki að gefa tóltið í. En við erum með svona ástand í húsnæðismarkaði. Það er öllum ljóst að það bara er sárvöndu fyrir húsnæði en þú getur verið að lesa svona lista hjá verktakafyrirtækjum, þeir eru ekki að byggja neitt. Já, en þú veist, þess vegna er ég spennt að sjá hvað ríkisstjórnin ætlar að gera. En það væri bara virkilega gaman að sjá, ekki síst þegar kemur á húsnæðismarkaðnum, fleira á blaði. Og já, þannig það eru spennandi tímar framöndan. Svandís gerir við húsnæðismálin, nú er hún komin yfir þau. Og svo er þetta aldrei spennandi líka að hafa Bjarkeyju, ég hlakka til að sjá hvað verður aðalmál sumarsins, eða síðasta sumars, sem var hvalveiðimál. Hvað er Svandís að gera í húsnæðismálum? Ég meina... Hvað þarf að gera? Ég held sko að... Ég hef ekki gerði Sigurður Ingi mikið í húsnæðismálum. Sko Sigurður Ingi, hann var með glæru kynningar, ætli hún verið það ekki með skygnilýsingar? Ég veit það ekki. Hvað segir þú Alli Þór? Þetta er svolítið þessi tótt sem er hér, það sem hefur verið að hæðast að stjórnvöldum. Mér finnst þetta hefur verið miklu meira núna bara undarfærið heldur en ég bara mann eftir mér. Miðflokkurinn er gaman sannasti flokkurinn, það mögur alveg eiga það. Það er Sigmundur Davíð í góðu skap þess að hana. Ég verið að stilla mig greinilega. Nei, þú voru ekki að segja það. Ég sitt hérna að vera að tala við fólk hérna alltaf daga og mér finnst hérna hvernig er talað svona ríkisstjórnina og hvað hún er að lofa. Mér finnst fólk svona byrjuð að tala svona eins og mann er sagt að fólk hafi talað yfirvöld í Sovétríkjunum á þessum tíma. Með svona dissi. Já, nema kannski Framsóknarflokkurinn, þegar ég meina það er sá flokkur sem að bara þar virðast menn bara geta eitt eins og drukki sjómaður sko alla daga og bara dælt út peningum í hvað sem er, þannig að það er ekkert skortur á í hvert og ís að menn uppfylli sko lóðinu það eru verið að hækka hér listamannalaunum 400 milljónir og það eru sturla, það eru peningasettir í kvikmyndagerð og Þjóðarhöll var einmitt núna nýjasta sko sem átt að vera í algjörum forgangi sko. En ekkert að þessu er raunverulega annað en bara plön. Einmitt, þannig að eðlilega er mann að hafa þetta í flimtingum og ég meina hlæja þessu, ég meina og þetta er, síðan kemur Katrín með sko greinar í blöð og annað að sko nú að ég að beita ríkisfjármálunum til þess að hefta verðbólgu og býtu og hvar sjáum við merkjum það? Ég meina hvar er hið opinbera að draga úr eyðslu? Það er boðað það í að fækka opinberum starfsmönnum, ég man ekki hvað til að var 500? Já, sko ég meina þessir
sko, málið bara það að þú veist, við erum með einhverja stjórnmálum, við erum með ráðherra og það eins og bara stofnanir bara fari sínum fram. Það ekkert, þú veist, það ekkert samhengi þannig á milli. Ég meina, ég til dæmis í samkeppni við eina ríkisstofnun sem að eru einokunarverslanir ríkisins í áfengi. Nú, þar sölu samdráttur sem hlýtur náttúrulega að vera fagnaðarefni fyrir þá því að þeir eru jú að torvelda aðgengi. Sess að staðinn þar það eru 52 einokunarverslanir og það er verið að byggja nýja vínbúð í Garðheimum við Reykjanesbrautina. Þá þriðju sem á þeim nákvæmlega sama stað því að það er jú Smáralind og Dalvíð fyrir. Þeir eru líka stækka vörudreifingarmiðstöð og þeir eru að byggja nýja verslun á Akureyri og hafandi í huga að við erum með þéttasta net áfengisverslana á byggðu bóli. Það hvergi jafnmargar áfengisverslanir með höfðatölu heldur en á Íslandi. Og vilt setja þetta í svona umhverfismat, þannig að þið fáið að byggja. Já, hvernig verður það? Þú veist, og býtu, þetta til dæmis dæmi það sé verið að stíga á bremsuna í ríkisfjármálum? Þurfum við á þessu að halda? Er það, ég meina, sko, sama hvar menn standi í pólitík, sko, ég meina, er einhver vinstrimaður sem að biður fleiri áfengisverslanir? Nei, valla. Og væntanlega ekki hægri menn heldur, sko. Þannig að þetta bara held ég þetta svona lítið dæmi bara lýsandi að opinberar stofnanir eru bara sjálfstæðar. Menn til dæmis tökum sem dæmi, þessi ágæta stofnun sem ég myndist á þarna, sem veltir hátt í 50.000 milljónum, sko. Þetta er 50 milljarða batteri. Það er engin stjórn. Það er engin sem ber ábyrgð á þessu. Það er bara einn forstjóri. Er ekki stjórn? Nei. Bara einn forstjóri. Við gerum hvað sem að vil. Og meina, þú veist, hér í gamla daga var þetta náttúrulega var þetta kannski, var þetta flott staða, þá voru manna að Jón Gjartarsson heitinn þegar hann var forstjóri, þá voru 3 einkabílstjórar á Íslandi, það var forsetinn, forsætisráðherra og forstjóri ÁTVR. Þetta var svona, en þessi stofnun þetta er svona dæmi ríki í ríkinu. Járnsfristu. Já, ég nennir reyndar eiginlega ekki að tala ÁTVR því að það kemur aðeins inn á það sem ég ætla að segja þessa ríkisstjórn, sko. Það er eitt sem er mjög áberandi þegar sjálfstæðismenn tala og reyndar kannski hægri menn almennt eftir hvað sem kalla sig. Að það er svo viðurkenni aldrei að þeir eru við stjórnvöld. Öll vandamál þessa heims og þessas lands er alltaf ykkur öðrum að kenna. Það er VG sem að leyfi þeim ekki að virka. Það er sko, það er góða fólkið sem leyfi þeim ekki að vera vondu útlendinga og það er verðbólgan er ykkur öðrum að kenna. Þannig ég ætla að segja þessa ríkisstjórn. Þessi ríkisstjórn sem að myndir núna fyrir nokkrum dögum, eins og ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur sem að hefur verið í rúmlega 6 ár. Stóri vandinn er þessi. Þegar þú myndar ríkisstjórn og ætlar að vinna saman, þá þýðir ekkert bara að segja við spönnum allt litrófið og bla 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 bla. Það þarf að vera áætlun og það þarf að leysa svona mál áður og menn þurfa að finna til ábyrgðar hvað á að gera. Þessi ríkisstjórn, eins og svo sem áður var, ef hún ætlar að festa sig í þessu sem maður heyrir oft, að hér sé góða fólkið að eyðileggja allt, að ríkisstofnanirnar séu bara stjórnlausar, að það sé bara alltaf einhver óánægja og pirringur í samfélaginu og fólk sé bara með allt og mikið að skoðunum og það sé svo dónalegt að vera fyrir framan Alþingishúsið að mótmæla, þá auðvitað mun hún ekki gera neitt og þess vegna er hér allt á nippinu. Varðandi til dæmis verðbólguna, þá er það ekki bara þannig að maður kæli verðbólgu með því að draga saman ríkisútgjöld. Það er líka hægt að gera það með tekjuöflun og ákveðni skattheimtu sem er þá pinpointið. Fjárlög núverandi ríkisstjórnar og skattalækkanir. Þú getur útskýrt þessa Já, ég get alveg farið í þetta og þetta er hinn almenna hagfræðikenning. Að taka peningur að skattheimta sé að taka peningur Já, skattheimta tekur fara peningar í eitthvað fríkir þegar þeir eru komnir til embættismanna. En ef þú vilt heyra útskýringuna fyrirgefðu, ég ætla að fá að klára hérna. Ekki ríkissjóð með afgangi, sagði ég. Já,
afgangi. Já, þú þarft ríkið þarf ekki að eyða peningum. En þú baðst útskýringu, þannig að þú kannski hlustar á hana. Já. Það er þannig að þegar talað aðhald í ríkisfjármálum, þá erum við að tala jafnvægi, útgjalda og tekna ríkissjóðs. Ein aðgerð sem meðalans var hægt að fara í til þess að kæla til dæmis ferðaþjónustuna væri til að mynda skattur á hótelgistingar. Nú er ég ekki að leggja það til að það sé gert, það skattur núna mjög lágur á hótelgistingum, en það er mikilvægt þegar menn að tala baráttuna gegn verðbólgu að þeir átti sig á því að tólin eru ekki bara að draga saman ríkisútgjöld. Núverandi ríkisstjórn hefur verið að reka ríkissjóð með halla. Í góðæri og verðbólgu. Stærsta ástæða þess vegna þess að hér gríðarleg innviðaskuld. Það er rosaleg þensla vegna ferðaþjónustu og það er húsnæðiskrísa sem að auðvitað veldur því að húsnæðisverð hækkar. Svo hefur verið farið í aðgerðir þar sem að peningum hefur verið dælt inn á eftirspurnar hlið húsnæðis. Það er að segja stuðningur við kaupendur en ekki stuðningur við uppbyggingu. Það ígir svo vandal. Þannig að auðvitað hafa vextir hækkað. En einn stærsti ástæðan fyrir halla ríkissjóðs núna, það er að segja raunhalla, ófjármagnaðar skattalækkanir sem hafa frá 2018 kosta 54 milljarða. Ef að menn taka ákvarðanir það að fara í skattalækkanir, þá þarf að fjármagna þær og það er ekki hægt að segja bara, já, ríkið á ekki þessa peninga. Það er nákvæmlega sama og venjuleg heimili. Þar segir ekki heimilisfæðurinn, ég ætla að hætta í vinnunni, en það mun ekki skipta neinu máli vegna þess að það eru auðvitað vinnuveitandi minn sem raunverulega á þessa peninga. Og það vandi þessar ríkisstjórnar, alveg eins og síðustu sá, að Framsóknarflokkurinn vill bara eyða peningum, en aldrei með neinar hugmyndir fjármagn, eða hefur ekki getu til fjármagn. Þau hafa reynd að tala hvalaukaskatt og annað slíkt. Sjálfstæðisflokkurinn vill bara skattalækkanir en ekki tilbúin að viðurkenna að vegna öldrun þjóðarinnar, vegna verðbólgu, vegna þenslu og vegna innviðaskuldar og vegna óstöðuleika á vinnumarkaði þá þarf að fjármagna þær. Þetta mun ekki breytast. Þess vegna þessi ríkisstjórn óvinsæl og hún verður áfram óvinsæl. En ástæðan fyrir því að hún eins og hún svo að það hefur engin áhuga á því að vinna með þessum flokkum. Það hefur komið fram að leita til Viðreisnar og þar var engin áhugi. Flokkur fólksins, formaði þeirra, misti út úr sér að það væri nú svona kannski hún gaf það í skinn og var svolítið létt í bragði og hvað gerði hún? Hún þverneitaði fyrir það. Það enginn sem vill vinna með þessari ríkisstjórn vegna þess að þau eru búin að vera í samstarfi þar sem þau ákveðu að semja ekki stóru verkin og láta það bara alltaf falla á almenning. Og þetta ekki öllum öðrum að kenna, það ríkisstjórn í landinu og þau bera ábyrgð á þessu. Þetta ekki ríkisstjórn að kenna og það allir samanlega hér að það glabræði að reka ríkisstjórn með halla í þenslu og góðari. Já. Það enginn sem mótmæli því. Það bara ágreiningur það hvort að eigi að auka tekjurnar eða skera niður útgjöldin. Eða hvernig á að nota peningana. Já. Staðreynd máls að við erum búin að tvöfalda ríkisskuldirnar frá því að þær voru sem lægstar. Það var þessi ríkisstjórn. Já, þessi ríkisstjórn. Og náttúrulega megin ástæðan fyrir því og ástæðan fyrir því að við skuldum 800 milljörðum við almenningur í þessu landi, skuldum 800 milljörðum meira heldur en við gerðum. Það út af því að hér fóru allir á taugunum út af kvefpestinni sem að gekk hér yfir, svokallaðu COVID ástandi og sem var náttúrulega eins og bara áminning þess sem að náttúrulega Nietzsche sagði að geðveiki væri sjaldgæfur sjúkdómur á meðal einstaklinga en regla á meðal þjóða. Og það jú auðvitað bara stóra málið en ég í sjálfum sér Ríkissjóður ennþá ekki í halla ég held að kvefpestin, hún löngu farin hún löngu farin og 160 milljarða útgjaldaaukning í COVID að það átti þá að vera hægt að taka þetta tilbaka. Þetta COVID-dæmi, þetta bara rugl það bara, þú veist, auðvitað kosta þetta pening. Það bara alveg svo að ríkisstjórn þurfa að sitja úti því að það ennþá vellur upp úr heitum potti þarna sér á Reykjanesi. Það mun alltaf gjósa einhvers staðar á Íslandi öðru hverju.
Þetta er bara ekki valid afsökun lengur vegna þess að það ekki búið að taka réttar ákvarðanir eftir. En gallin að þú veist, hlustið á ég meina ráð miðflokksins eða annara flokka þarna á þingið, þú veist, það hefur enginn komið með neitt konkrétt sem hefði snúið þessu við það er enda rátt. Það sem allir var að segja var að ófjármagnaðar skattalækkanir, það er það sem að feldi Líströss. Sérstakt hugtak ófjármagnaðar. Mjög þekkt hugtak úr hagfræðinni. Það er eins og ófjármagnaðar útgjalda, þú ert að tala ófjármagnaðar útgjöld Framsóknarflokksins, svo til annað sem að þú lækkar skatta en þú gerir ekkert í því til þess að það er bara einhver hallan og Liz Truss misti bara völdin í Bretlandi fyrir að gera þetta. Sjálfstæðisflokkurinn hefur bara rekið þessa stefnu núna í 6 ára. Hvort við kallum það ófjármagnaðar skattalækkanir eða ekki, þá er þetta bara, getum bara hugsað þetta sem Excel-skjal með debit og kredit. Við viljum bara fá 0 í mismun. Þetta er bara þannig, þú ert með tekjur og það er rétt duga fyrir útgjöldunum og svo ákveður að vera með minni tekjur. Þá verður að minnka útgjöldin eða auka tekjurnar aftur. Þetta er ekki, þú veist, þetta er bara þannig. Svo kvartar yfir því, við vildum lækka útgjöldin en bara fólk vildi það bara ekki almennt og þess vegna halli. Þetta er ekki alveg þetta er ekki alveg nóg gott. Nei, ég meina einu sinni var Sjálfstæðisflokkurinn alltaf að segja að hann var traustsverður í fjármálaráðuneytinu. Þetta kjörtímabil fer langt með að sýna það svo er bara alls ekki. Já, það er bara alveg bara góða punktur í því En ég meina, þú veist, við skulum átta okkur á því að það eru þarna þessir flokkar í ríkisstjórn, það er enginn með hreinan meirihluta þannig að því miður þetta miðjumóð kemur bara svona út. Já, má ég grípa hans inn í þetta er aftur það sem ég var að segja það eru notaðar alls konar svona afsakanir það er enginn með hreina meirihluta þetta er miðjumóð, þetta spannar allt litrófið þetta er náttúrulega allt litróf íhalds þessi ríkisstjórn þetta er ekkit svona, spannar ekkit allt litrófið en bottom line er þetta þegar þú sest niður og myndar ríkisstjórn, þá þarft þú að vera búin að búa til plan og ganga frá því að það þarf að taka ákvarðanir. Veikleiki þessa ríkisstjórnar sem er núna og þess að tvekja ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur það er sá að þau hafa bara ákveðið á wing it. Þetta er eitthvað svona ráðherra ræði líka, það er eins og þú segir, það er ekki svona, málun er ekki leyst í sameiningu við eitt borð, heldur ræður þessi ráðherra hér það hafa ekki sameiginlegt plan. Nákvæmlega. Það er svolítið erfitt að hitta saman og vera í einhverju félagi en vera ekki með sameiginlegt plan hvert við erum að fara. Það verður að vera eitthvað starfsáætlun, það er bara þannig. Ég held að engin ráðherra ákveðið að verja 30 milljörðum í hælisleitendur það bara gerðist. Menn voru bara búin að skrifa undir. Það var eitthvað sem opnuðu gátt til Venezuela. Já, ég meina í einhverjum pólitískum leik. Hvernig sem þetta aðtökast, þá bara er þetta svona og ég meina þetta fer þá væntanlega 50 milljarðar á næsta ári eða eitthvað. Ég heyrði Bjarnar segja þetta því að fyrst var sagt 16 milljarðar held í janúar, svo var sagt 20 milljarðar í febrúar. Hann var í gær að segja 25. Ég fylgist með þessu að það er 42% fækkun hælisleitenda á Íslandi frá því í fyrra. Hvernig getur það verið að upphæðin hækkar bara eftir því hvert einasta kemur sem ráður opna munnin en svo sér maður tölu frá Útlendingastofnun það sem er bara fall í hælisleitendum? Hvernig gengur það? Ég skal játa það bara, ég er ekki búin að krossa þetta. Ég hef aldrei séð neitt beðin um að raukstu hvaða tölur eru þetta? Nei, mér hefur alltaf langast til að sjá þessa tölur, hvað er að bakvið? Mér er svona ólíklegt ef að fjármálaráðherra er að fara með staðlösa stafi í þessu, ég skil ekki til hvers. En á hverju ætti það að hækka svona mikið? Það hlýtur að vera vegna fjölgunar og líka kostnað per hælisleitanda. En þetta fólk fekk alltaf atvinnuleyfi til þessu Úkrænumennir sem eru helsta skýringin á hækkuninni og atvinnuþáttaka þeirra er bara mjög há. Það er fólk sem fær að vinnur yfirleitt. Það er nú reyndar ekkert mjög flókið að fara genið þetta. Hér var tekin pólitísk ákvörðun það að bjóða fólki frá Venezuela sem sagt þessa auknu vernd og það gekk reyndar mjög vel framan af vegna þess að þá fekk fólk atvinnuleyfi nánast strax. Það sem glemtist að hugsa út í af því að það gleymist nú stundum að gera plan er það að Venezuela fólki sem kemur frá Venezuela kemur frá Bandaríkjunum þannig að við erum upphafsríki í Evrópu
Það nú öll skýringin á því út af hverju það voru svona margar umsóknir hérna, vegna þess að þau fóru ekki fyrst til Grikkland og Ísland hefur auðvitað nýtt það mjög vel að senda fólk aftur til Grikkland. Það var samþykkt hjá útlendingastofnunum að taka móti fólki. Já, það var samþykkt og það er viðbóta vernd í 4 ár. Svo var ákveðið að taka uppeyja á þessu og reyna að stoppa þetta og í staðan fyrir að stoppa þetta þá lentu allir í því að fólk var bara í biðstuð, þá þurfti að afgreiða og þar kemur kærunefnd útlendingamála og segir að aðstæður hafa ekkert breyst þarna. Þá rýkur upp kostnaðurinn. Svo eru þetta farið líka í Úkraínu og það talsverður hópur og svo hafa innviðir þessa málaflokks verið mjög óskilvirkir og þeir eru ekki óskilvirkir vegna þess að fólk getur sótt rétt sinn. Við ætlum ekki að aftengja réttaríkið algjörlega, fólk verður að geta áfríjað og fengið talsmann. Það svo? Gæti kannski verið bara allt þetta ferli, þar liggi þessi gríðarlega kostnað? Ég ætla að fá að segja líka eitt annað við þetta. Já. Þegar menn tala þennan kostnað sem hlýst af þessu, þá gleyma menn reyndar einu. Að þessi kostnaður, hann telst meðal annars með þróunarsamvinnuaðstoð Íslands. Þar sem að Ísland hefur lofað að gefa 0,7% af landsframleiðslu árum saman, og Sjálfstæðisflokkurinn hefur algjörlega verið hluti af því. Við erum í skuld við það loforð. Þannig að jafnvel þó að það náist að lækka þennan kostnað, þá sú skuld ennþá til staðar. Svo bætist auðvitað við algjört rugl í húsnæðismálum sem hefur meðal annars hækkað kostnaðin við að hýsa þetta fólk og hýsa þess aðila. Viðbrögðin við því hafa verið svo að hér eigi að byggja fangabúðir. Það verður ekki ódýrara. Nei, þú veist, en það vil líka... Þannig að, sem sagt, ég skil að fólk hafi ágjör af þessum kostnaði. En aftur bottom line í þetta, að þau sem stjórna eru aldrei tilbúin að ræða neina staðrendir, ekki komið lausnir, en vilja fá í viðtölum að hækka þennan kostnað bara eftir henduleika. Og það að fjármálaráðherra fara með staðlausa stafi, það bara ekki mjög óvenjulegt í íslensku samhengi. Þetta hefur verið dómsmálaráðherra en hann sagði fjármálaráðherra, þetta bara gerst. Já, ég nú að vísi upp að þetta sko. En sko, ég meina, sko mesti flóttamannastraumur til Íslands var sko reyndar á árunum sko 830 til 930 sko. Þá fluttist 30.000 manns til Íslands. Það var ekkert vandamál. Blessunarlega getur við sagt. Blessunarlega, já. Það var ekkert vandamál, það var engin vandamál þá. Sko. Það bara voru allir velkomnir og allir bara fóru að vinna og allt gekk vel. Ég meina að það var ekkert ríkisvald reyndar. Það var ekkert embættismannakerfi. Það var ekkert svona... Ekki heilbrigðiskerfi heldur. Nei. Og þú veist, gæti kannski bara verið, ég meina, og hvernig má það vera að í sko efnahagsástandi eins og hér hefur verið, það bara sárvantað hér fólk til vinnu og einhvern veginn skrúast þetta allt upp í bara einhverja stíplur og einhverja embættismannahjarðir og einhverja lögfræðingar. Nei, og þar var nefnilega viðbótarverndin málið. Hún veitir fólki bara atvinnuleyfi strax. En svo þekkir það, Arnar, að þegar maður spyr að þessu, ég meina, það vantar fólk í störf hérna og hérna kemur fólk hælisleitendur, að þá vil stjórnmálafólki segja nei, það er allt annars konar fólk. Hingað kemur fólk frá EES sem vil fara að vinna hérna og vera dyggir samfélagsþegnar, en svo eru hælisleitendur og við megum ekki rugla saman þessu kerfum. Ég segi alltaf, akkur ekki, ég meina, ef þetta fólk vil vinna, ég meina, hver er skaði? Svo er hvort að það sé ekki að vinna en það má ekki vinna og svo er það eld uppi ef það er mögulega í svartri vinnu og... Já, ég meina... En ég er glöð að þú sérst að segja þetta. Ég skilti af hverju hægri menn tala ekki meira fyrir meira frelsi sem málum. Nei, ég meina, ég er bara fyrir því að hinga því bara allir að koma. Ég meina, sem bara eru komnir til þess að sjá fyrir sér sjálfur. Og ég meina, og sko það sem að kannski þið vinstrimenn fattið ekki er Ég ætla ekki að gangast við þessu. Nei, ég er nú að meina kannski eins og þessa tvo hérna að sko góða fólkið að sko fólk sem að rífi sig upp rótum frá erfiðum aðstæðum og til þess að sko flytja eitthvað annað líf. Það er upp til hópa fólk sem ætlar að sko hafa í sig og á sko. Það er einkaframtakið. Það er einstaklisframtakið. Við rætt þetta svona við Rauðaborðið og það við erum að skjóta rakettu þegar einhvern kemur ykkur. Akkurat, já, ég er að segja það sko. Fyrir hverju er góða fólki að tala? Af hverju er þetta þá svona mikið vissin? Býtu fyrir ekki
sko, Akkur er bara búið að flækja vegna þess að sjálfstæðisflokkun er við stjórnvöld, það er bara ástæðar. Ég meina, viðbótarverndin sem fólki frá Venesúela fekk, hún bjóð bara til rennir í gennum kerfi og þau bara að vinna. Það er ekki fyrr en hún er stoppuð með pólitískri ákvörðun nú stjórnvöld. Hvað viðbótarvernd? Hún meðalans felst í því. Atvinnuleyfi og dvalarleyfi í 4 ár þegar þú kemur hingað. Þannig var það felst í því og fær bara atvinnuleyfi og dvalarleyfi strax. Það vernd að fá atvinnuleyfi. Það er vegna þess að Ísland hefur skrifað undir ákveðna alþjóðasamninga að veita þessa tegund verndar. Ef þú ferð ekki, þá verður ríkið að sjá fyrir þér vegna þess að þú mátt ekki vinna. Þannig ég svo furða mig svo mikið á því að þið hægri menn, þegar þið eru að kvarta við kostnaði, að þið talaðu ekki bara fyrir því að einmitt fólki sem umræðir fái að vinna. Ég meina, ég bara... Og svo kallið eitthvað fólk sem er svona að benda á þetta, já þeir eru bara góða fólkið. Já, í staði fyrir að vera svona reið út í góða fólkið, að bara, akkur samþykki ekki bara viðbótarverndina. Herðu, já, þetta við erum að tala um ríkisstjórnina. Það er þetta með að hún er skringileg, af því að hún er ekki, það er ekki sameiginlegt plan hvað við vilja gera. Ég held að það hafi verið í upphafi, ef við förum til 2017. Þá stóð ríkissjóður vel og þá var búið að vera svolítið umræðinni að þessi innviðaskuld og það var ljóst eiginlega verkefni næstu ríkisstjórnar yrði að gera átak í vegamálum, í húsnæðismálum, í ýmsum málum. Og það hljómaði svolítið vel fyrir þessa flokka að koma saman og vera flokkarnir sem að mundu færa þjóðinni, ýmislegt sem að þjóðinni vantaði. En síðan kom COVID og þá einhvern veginn fór þetta út af borðinu. Og síðan hefur þessi ríkisstjórn ekki haft neitt svona, hún er ekki að fara neitt, hún er að venda okkur fyrir COVID, fyrir náttúruhamförum, fyrir verðbólgunni, fyrir innflytjendum, hún er að venda okkur fyrir svona hinn og þessu, en hún er ekkert að fara neitt. Nei. Mér finnst alltaf mjög gott að taka upp þessa umræðum innviða skuld eins og Atli talaði hérna áðan. Maður þarf svolítið að klípa sig til þess að trúa því til dæmis að það hefði ekki verið byrjað á jarðgöngum hérna síðustu 7 árin í tíð þessar ríkisstjórnar. Vegir í Dalasýslu og kannski er það bara vegna þess að jarðgöngin borgar sig ekki. Vegagerð borgar sig að sjálfsögðu. En má ég vegagerð frá fiskeldinu á Vestfjörðum, hvað sem okkur finnst um það, þá er þetta allavega verðmætaframleiðsla og ef það borgar sig ekki að hafa veginn í lagi, ekki bara fyrir þá heldur fólki sem býr þarna líka frekar en að mylja malbyggi niður til að keyra því þannig. Herðu, farðu og reiknaðu bara upp Vaðlaheiðargöngin og Akureyri hefur reikinn, ég hef reynda beðið Háskólann á Akureyri að uppfæra arðsemisútreikningana. Býtu, ertu að beðið hestagötur og landsbyggðinni? Býtu, þú veist, ég var að segja bara við að bara suma þessum jarðgangahöfundum, þar á meðal Vaðlaheiðargöngin, eru bara, þetta er bara eitt stór mínus, þetta er bara neikvætt framlag til hljóðarhags. Já, þetta er bara meiri háttar sóun. Ég getur bara talað um Ölfusárbrú sem hefði búið að bíða fyrirgefið mörg ár, hún myndi borga sig upp á 2 ára. Ég hefði nú veðið á að Sigurður Ingi myndi ná því í gegn að meðan að veri innviðaráðherra. Já, þegar að Halldór var allavega samgöngur ráðherra og byggði Borgarfjarðarbrúna, hann lét bara gera það. Mjög skrítið að fara úr ráðunni til að klára það. En Karin, þú ætlar að tala um innviði? Já, ég var bara svo hissa, kannski fór þetta fram hjá mér. Ég hef ekki legið yfir fréttum að þessum stólaskiptum, að það eru svo algengar og þarna ekkert endilega svona nýjar fréttir. En hins vegar skilji ég ekki að húsnæðismál sé ekki sett ofarlega á dagskrá að því, og nú kemur verðbólgutal og bara skiljanlega, en það er svo augljóst að svo mjög stór hluti af vandamálum samfélagsins og bara þess, hvað maður að segja, sundrungar og erkelsi sem ríkir tengist bara húsnæðismálum. Við erum hérna með Grindavík sem hefur nánast tæmst og ég bara, ég skil ekki einhvern veginn, það eru allir farnar að bíða eftir svörum. Akkur er þetta ekki meiri áherslu á húsnæðismál? Já, og út á Grindavík þegar það bætist, að því ástandið var ekkert frábært. Leigumarkaðurinn er vondur, svo bætist Grindavík við og manni finnst eins og allir ætti að vera öskra á þetta. Þetta myndi varða alla. Það var fréttakona gömul, ég má ekki orða þetta svona, fyrirverandi fréttakona sem sendi á mig svona skilaboð eftir gærdaginn, það sem höfðu verið fréttir. Og það voru þessar leiðilegustu fréttir allra tíma sem eru lyklaskipting. Og þá var hann að segja, hvað er að gerast hérna? Akkur var til dæmis Sigurður Ingi ekki spurður á því, hvað var hann að gera í innviðaráðuneytinu þegar hann var að fara út úr því? Hvað hefur þú gert?
Og þá var þetta bæði verið að fjalla mikilvægi húsnæðismálana. Það er yfirleitt verið að nýta þessar fréttir hvernig fréttamenn og fjölmiðlar tipla einhvern veginn í kringum stjórnmáli elituna og ég vil kannski blanda því sem við verðum að segja núna. Kannski það einhver leiti meinið að þessi ríkisstjórnin er aldrei rukku það til hversu hún hérna. Jú, hún svarar bara, hún sé hérna í víðu samhengi, er það ekki? Víðu samhengi. Og hérna til þess að styðja áfram með sterkan vöxt samfélagsins að þessi ringi. Varandi húsnæðismálin, þá hérna er það auðvitað hluti af innviðaskuldinni. Við höfum, það er hérna rammasamkomulag núna til dæmis í gangi milli ríkis og sveitarfélaga byggingu 35.000 íbúða sem er lægsta spá fyrir þörfina. Það er og flest sveitarfélög hafa ekki komið inn í það rammasamkomulag, þannig að það hefur verið vitað í svolítið langan tíma að það verður ekki byggt nóg. Það er talað lóðaskort í því og það er vegna þess að menn vilja helst ekki leysa vandan, heldur benda á aðra, þá er lóðaskortur vissulega. Hann er hins vegar ekki vegna þess að það sé ekki lóðir í boði, heldur vegna þess að þeir sem eru raunverulega í uppbyggingu, þess að verktakar sem eru með tæknigetu til uppbyggingu, geta ekki keypt þessar lóðir, meðal annars vegna þess að hér hefur verið rekið svo stefna að reyna að hámarka arðsemi hennar og þar eru sveitarfélögin yfirleitt gagnrýnd, sem er mjög óréttmætt gagnrýni vegna tekjuskiptinga sveitarfélaga og ríkis og sérstaklega vegna þess að Keldnaland sem er ríkisland, það hefur verið sett í miðri húsnæðiskrísu í þetta. Þar eru bara menn að reyna að hámarka verði fyrir hverja lóð. Jú, til þess að borga fyrir borgarlínuna. Þó svo hafi verið samið það í lífskjarasamningur að Keldnalandi færi til þess að bæta húsnæðisstöðuna, til þess að lækka húsnæðisverð fyrir almenning, að þá var allt innu svissað yfir og það var lagt inn í til þess að fjármagna borgarlínuna, þar sem að markmiður er að reyna að fá eins hátt verð út í miðri húsnæðiskrísu og þá segja menni mitt borgarlínan, en það er nú reynda samkomulag sem mitt fjármálaráðherra fyrirverandi núna gerði og það að fjármagna hana. En þannig að þú veist, ef borgarlína er ástæða alls ills á Íslandi, þá myndi man nú treysta á það að fjármálaráðherra sem er svona yfirgengilega skynsamur gerir ekki hennar samning. En innviðaskuldin felst ekki bara í pípulagningum og vegum. Hún felst líka í því að við höfum ekki náð að mennta hér fólk til húsbygginga. Hún felst í því að við höfum eitt nánast engu í efnisrannsóknir og byggingarrannsóknir og erum eftir á með það. Hún felst í því að sveitarfélögin hafa mörg hver ekki getu til að fara í útboð þar sem að krafist er tæknigetu og við gætum þá til dæmis farið á Evrópska efnahagssvæðið í leita ódýrara húsnæði eða ódýrara uppbyggingaraðilum. Hún felst í ótrúlega mörgu. Svo líka eins og bara í sambandi skólakerfið að það hefur ekki náð að þróast til þess að taka á móti nemendum sem að hafa til dæmis ekki íslensku sem móðurmál eða talað á heimilum sínum. En ég ætla að segja bara eitt, ég ætla að segja eitt en með húsnæðismálin. Stærsta málið varðandi húsnæðismálin er auðvitað að þegar hér var viðvarandi samdráttur vegna COVID, þá var farið í þá aðgerð að dæla peningum inn á kaupendahlið húsnæðis en skrúa fyrir fjármögnun uppbyggingar og svo að fara í að kynna Ísland sem ferðamannastað eins og vandinn væri bara að menn vissu bara ekki af Íslandi sem ferðamannastað en ekki það að ferðamenn með mikinn kaupmátt vildu svo sannlega kominga en ættu bara svolítið erfitt með það. Þannig að það sem gerist í COVID er að það var að mörguleiti vel handlerað þar sem sóttvarnirnar. En efnahagspakkin sem var kynntur þá, hann var að mörguleiti alveg hræðilegar ákvarðanir sem voru teknað þar sem við erum að súpa segja það núna að einhverju leiti, auk þeirra bara, auk þess hvernig þetta hefur verið rekið undarfarið og hvernig ríkisfjármálin eru. Ástæðan fyrir því að húsnæðismálin eru vandamál og munu halda áfram að vera vandamál, það allavega fram á næsta kjörtímabili og er einfallega svo að hér hafa menn kefst við það að kenna alltaf einhverju einu og hvort öðrum þegar raunin er svo að það er allt í rjúkandi rústum hérna. Og bara var það að skjóta að því, hvað
hvað fer mikill kostnaður í þessa sóun sem bara felst í því að við erum að byggja hérna, hús eftir hús sem heldur ekki vatni og miklar samstundir. Það bara ræðilegt sko. Og þannig að þetta er svo miklar upphæðir og maður skilur bara því að nefndir húsnæðisrannsóknir hafa komið hér upp vandamál það kemur á húsnæði, alkalífskemmdirnar og fleira og þá er farið að finna lausnir af því, en manni finnst þetta einhvern veginn endalaust vesen. En stofnun sem fann lausn á því var lögð niður núna Þetta fyrir að minna mann á þú veist þegar hefur opinbera allar að fyrirbyggja allar fjármálakreppu ég veit ekki betur en að öll hús á Íslandi séu byggð undir forsjá hins opinbera skipulagt þarf þá ekki að líta á er ekki eitthvað gallað? Já, það er einhvern veginn hið opinbera ákvarðavextina það er hið opinbera sem ber ábyrgð á því verðbólgubáli sem gengur hérna yfir það er hið opinbera sem að sér til þess að hér sé lóðaskortur keyrir upp innviðagjöld á fasteignir setur ströngustu og erfiðustu byggingarreglugerð sem til í heimi og ég meina hér má ekki byggja hús nema að það sé svo kalluð algild hönnun, það verður allar íbúðir að vera Þetta getur ekki verið ástæðan fyrir því að húsnæðisverð hefur næstu þrefaldast bara á 12 árum. Jú, ég meina, þú veist, lóðaverð er mörg 100.000 orðið á hvert byggðan fermetr og af hverju lóðaverð svona hátt? Bransi sem bara í fákeppnisbransi sem í vandanum okkur það einmitt brask með þessar lóðir. Við frétti bara núna þess að vera að flytja byggingar eftir milli og einhverja kassa inn fyrir 1,2 milljón. Ég veit að þú varst búin að biðja orðið en það er mikilvægt að hafa í huga. Stærsta verðhækkunin á lóðum á Íslandi verður til á markaðinum eftir að sveitarfélögin eru búin að selja. Já, með því að tryggja skort á þeim að þá hækkaðu eftir á. Þetta er mjög skrítið að þetta skulle gerast. Það eru 8.000 lóðir í Reykjavík á deiliskipulagi þannig að þetta er ekki. Og býtu, þú varst að segja að vantaði 35.000 og það skrítið að það sé skortur ef það er 8.000 en skorturinn er 38. Það er enda búið deiliskipulagi það er ákveðin þáttur í ferlinu það eru fleiri lóðir sem eru til framtíðar. Ég langar bara að minna það að Verkfræðingafélag Íslands var einmitt með ráðstefnu þessi vandamál í byggingum bara á dögunum og ég heyrði mjög gott viðtal við formannin, það er kannski hugmynd fyrir því að spjalla við hana, Svönu Helen Björnsson. Ég veit að ég kom inn eiginlega með eina svona línu í þessu sem veistu hvað voru margar ráðstefnur og glærusýningar áður en Breiðholtið var byggt? Engin. Þannig ég bara vil ekki fleiri ráðstefnur, ég vil ekki fleiri. Nei, en Verkfræðingafélagið má eiga það, þau eru búin að vera að reyna að vekja athygli á fúski á byggingamarkaðnum og það er bara mjög vel gert og þau hafa ekki önnur tæki svo sem hjá Verkfræðingafélaginu heldur glærusýningar og reyna að kynna þau sem þau verða að vísa. Nei, þú veist, þetta snýst ekki bara eitthvað fúsk kannski hjá á byggingamarkaðinum ef ég má, þú veist, ég er ekki að gera lítið sem sagði, mátti ekki miskilja mig. Nei, ég sé þetta nota á glærusýningu. Það er að koma alls konar ný byggingarefni önnur heldur að voru notuð fyrir 10 árum og það er enginn að prófa hvernig þau á að vinna með þau. Það að leggja það niður. Og auðvitað er það hlutverk ríkisins að gera það. Það er enginn bara að gera það bara sína eigin spýtur. En Verkfræðingafélagið hefur einmitt verið að reyna að vekja athygli á því. Þannig það er ágætt. En mér finnst það sprakk rör í húsinu hjá mér fyrir nokkru og ég var dauðhrædd. Það er alltaf fyllast að miklu og það kom ykkur iðnaðarmenn og ég spyr út í þetta. Þetta er gamalt hús, svona múrsteinahús. Já, nei, það lifir ekkert í þessum veggjum. Þú það fengi pípara? Það tók sinn tíma svo sem, en það fannst mér svo skemmtilegt að fá bara skýr svör, en það lifir ekkert í þessu. Það var Woody Allen sagði að þeir sem trúi ekki á Guð þeir ættu að reyna að finna pípara í New York og það er að verða svipað á Íslandi og þú talaður skort sem væri menntakerfið væri hleypti einmitt athyglisvert með þetta með tungumálið ef það er orðið hindrun í skólastarfi mjög merkilegt af því að maður hefði haldið allir kennarar væri sprenglærðir og kynnu mistkosti 2 önnur tungumál af hverju þetta er vandamál Þegar við hefum ekki námsgögn eða aðferðir til þess að mæta nemendum sem að tala ekki íslensku og hversu mikið vandamál er útbúið námsgögn það bara er ekki gert Nei, þetta er mjög undarlegt og þeir sem að koma hingað á fullorðinsárum að þau eru bara í vandræðum að læra íslensku að því aðgengi að íslenskukennslu er lítið námsefnið er lélegt það er bara, það er bara margt í okkar samfélagi sem er í svona einhverjum messi og sömuleyti er umræðin það að stjórnvöld er ekki alveg með fókusin á því Töluðu ekki Íslendingarnir sem fluttuðu til Kanada íslensku alveg bara langt fram á síðustöld
og jafnvel bara lengur. Má ég skipta yfir í svona flokkana? Hvað verður hérna VG eftir Katrínu Jakobsdóttur? Horfur mig? Ég held nú reyndar að þau hafið þetta af. Já, ég held það. Hvers konar flokkur verður VG eftir Katrínu? Ég held að verður bara skýr vinstri flokkur, kannski svona landverndaflokkur eins og Arnar talaði hérna áðan. Ég held að þau hafið þetta af. Ég held að Svandís muni taka við flokknum og hérna hún er alveg eldri en 2 vetur í pólitík. Björg Eva sem er framkvæmdastjóri landverndar, hún sagði það var engin umhverfisinni á þingi. Ég held að Orri Páll hljóti nú að geta tekað í það bóks fyrir hana og jafnvel fleiri, svo ég bara nefni einhvern. Ég segi nú bara, mér er svo lítil vinstri flokka, ég vil hafa á sem flesta og ég held að VG verði áfram en ég meina hverju þetta í huga að kalla VG umhverfisverndarflokk, flokkin sem barði í gegn kolabrenslu verið á Bakka þú veist, ég meina með niðurgreitt og sko ef ég man tölurnar rétt á þetta 1,5 milljarðar almannafé til að það er svona niðurlægjandi eiginlega sko það var sérstaklega sko, skattgreiðendur sléttuðu lóðina undir málbræðsluna við byggðum og borguðu göngin við byggðum göng og við byggðum höfn og hérna og hvað fengum við eignarhlut í þessu fyrirtæki já, ekki neitt við meðum ekki svona keira í göngunum en reyndar ég lagði til að stengur við jóðir yfir á þenn gangnavörður og myndi sópa þau halda það reynum já, ég held að það en svo er náttúrulega þú veist, kann ég ekki að skýra þú veist, munin á stefnu til dæmis sósíalistaflokksins og hérna vinstri grænna nú ég veit ekki með sko hvað þetta er að segja ég meina verður þetta ekki bara þú veist þeir verði í einhverju læðu núna og ég held að Svandís er ekki að fara að taka þetta fylgi upp aftur sko þeir eru ekki að fá svona þeir eru ekki með hérna neitt leiðtoga sem hefur þennan kjörþokka sem að Katrín hefur það held ég að sé frekar augljóst sko Hvað verður VG eftir Katrínu? Já, útlitið er ekkert rosalega bjart akkurat núna en þarna er líklega munið að bara rætast svona fyrir næstu kosningar hvort þau náu að laða að nýtt fólk og byggja verðandi þessi ríkisstjórn? Nei, þetta er orðið voðalega dapurlegt og að því mér er bara þetta er alltaf svo erfitt með svona mann hlýtt til ímissa í VG og þau verður alltaf ótrúlega sár þegar maður segir að þessu er komin með svona eitthvað bunkersyndrom og senda manni reyðileg skilabóða eftir þetta hefur ekkert verið svona spennandi að horfa á þau og eiginlega bara pínu sárt svona en svona Allir Þór, sleppar við VG? Nei, hérna sko ég náttúrulega, það er svolítið langt sem maður svona hætti alveg að skilja VG en það sem ég held að muni gerast er að þau munu fara hérna inn og vera örugglega með meiri læti en undir stjórn Katrínar Jakobsdóttur, nýr formaður sem verður örugglega Svandís Svavarsdóttir mun svona reyna að marka flokkin betur og ég myndi svona, það myndi ekki koma mér á óvart ef þið láta svo steita á einhverju kannski svona tildulega snemma á næsta ári og slíta og þá eru búið til kosningar að vori og hérna starfsstjórn tekur við en ég er auðvitað bara spá en að því að það er svolítið erfitt orðið að skilja þennan flokk Svandís er einhvern veginn svona flottur pólitíkur svo hún hefur kannski haldið uppi ein merkjum VG þarna inni svona að manni finnst að því Katrín hefur svo mikið verið að verja ríkisstjórnina að sko flokkurinn hefur lítið sést svona í hennar máli Svandís hefur nú aðra bara verið að verja sín máli þegar Jú hún var heilbrigðisráðherra og svo var hún hérna hún var kannski hennar svona stæðsta stund var þegar hún mætti í öllum hvalveiðiköllunum upp á Akranesi það var svo kona sem var kjaft við fullan sal af svona hakkabufsköllum Ég veit að Svandís fer í taugarnar á mörgum að því að hún er alltaf í pólitík og hún er hérna hún nær oft ótrúlegum árangri í ekki mjög eða sérst í stöðunni sem hún er í það sko mér er fundist að valda tjóni það sé árangur sko væntanlega eða þú veist Já, ég meina hún nær að koma með mál sem að er þeim í VG kær þú veist já.
við erum að tala hérna VG. Það maður veit ekki hvort að það heilla suma. Það skipti yfir í Sjálfstæðisflokkinn. Nú Bjarni orðinn forsætisráðherra og það bara má ekki gerast út frá hans bæðiturum að ríkisstjórnin springi. Hann getur ekki verið tvisvarsinnum forsætisráðherra bara í nokkra mánuði. Þannig að Sjálfstæðisflokkurinn, ef að Sjálfstæðisflokkurinn stendur með Bjarna, þá verður Sjálfstæðisflokkurinn eiginlega bara að þola hvað sem í þessari ríkisstjórn til þess að halda henni saman. Er það ekki? Já. Þau gáðu frá þessu fjármálaráðuneytið sem miklu valda meira embætti eða þess ráðuneyti heldur þetta forsætisráðuneyti sem eiginlega ekki neitt. Nei, það skilur nú ekki alveg. Já, en hins vegar það fer ekki í gegn úr neinu ráðuneyti sem í andstöðu við sittandi forsætisráðherra. Þannig að en það hjálpaður, en svo virtist alltaf hann hefur svolítið neitunarvald En hann getur ekki gert neitt? Nei, jú, örugglega getur að gert eitthvað það held ég að segja alveg en ég meina það er náttúrulega því miður ef að þessi mál halda áfram eins og þar að segja bara þetta verður þessi sjálfhelda með þessi mál, þar að segja þarna verðbólgan helst áfram eins og svipur ólóðun vextir að tikka upp hjá fólki og Seðlabankinn ekki að fara að lækka vexti? Nei. Ég held ekki. Nei, útlendingamálin eru í bara sama farveg og þau eru. Húsnæðismálin að vera verri og verri. Já. Seðlabankinn lækkar ekki vexti menn að sér ekki fjármálaáætlun. Nei, hann horfir bara. Ég held að verða húsnæði muni hækka vísitöluna. Þú getur bara hort á vaxtakúrfuna, bara framvirka vexti, mun á verðtrum og óverðtrum. Markarinn bara ekkert að spá mikill í hjöðnun verðbólgu. Verðbólguvæntingar eru áfram háar. Þetta bara snýst trúleika, Ég meina, Seðlabankinn átti náttúrulega að hækka miklu fyrr og svo líka annað sem að, ég veit ekki hvort að fólk átt að sjá, en hið opinbera skuldar fyrst og fremst óverðtryggt. Þannig að hið opinbera per se hefur hag af hárri verðbólgu. Af því að þú innfleitar þig út úr skuldunum. Já. Og þú gætir alveg sett til dæmis ríkissjóð á verðbólgumarkmið eins og Seðlabankinn. Ég meina nú fer verðbólgu upp og þá verður bara að draga saman seglin. Og ég meina, þú gerir það að sjálfsögðu ekki með bara því að með einhverjum skattahækkunum. Skattar sem eru teknir, þá tekur peninga af einhverjum sem að gera eitthvað við á, ég meina, sem einstaklingar að fyrirtæki, setur þá í hendunar á embættismönnunum og hvað gerir embættismönnunum? Þeir fara að setja þetta í kynjafræðina og allt þetta. Vextina? Vextina? Nei, skattana. Já, eins og umræðan okkar talaði að hækka skatta til þess að ná niður verðbólgu. Það er bara óþekkt í hagfræði. Það veit enginn. Þú verður að reka ríkissjóð með afgangi í verðbólgu og þenslu. Já. Ég verð nú aðeins að fá að svara þessu. Þetta er alveg magnað þegar menn láta bara eins og þetta sé einhvern veginn óþekkt í hagfræðinni. Skattar eru stundum notaði til að slá á eftirspurn. Það meðal annars getur slegið á verðbólguna. Eins og áfengisskattur. Eins og áfengisskattur, er þetta að tala það? Já, eins og... Minna drukkið út af því að það háar áfengisskattur. Já, reyndar drekka Íslendingar mjög lítið miðað við önnur Evrópu. Já, það svo. Það er svo. Það er rosalega erfitt að sitta hérna reynda borð eða það er ekki að vera sammála bara... Nei, má ég benda þér á eitt, það er rosalega einfalt, stærsta áfengisbúð landsins, það er Fríhöfnin í Keflavík. Salan þar er ekki tekið með. Hún er tekið með í neysluna. Nei. Jú, hún er tekið með í neysluna. Hún er tekið með í neysluna. Ég skal bara leggja hvað sem er undir þig. Þú getur farið inn á vef Hagstofunnar, það er bara sérstaklega tekið fram. Og þegar ég spyr Hagstofuna, af hverju eru þið ekki með þetta inn í tölunum? Já, það er vegna þess að við lítum á Fríhöfnina sem frísvæði. Frísvæði, það er áfengisneysla á Íslandi er ekkert minni en annars. Þið voru búin að lofa því að tala ekki ÁTV. Nei, ég ætla samt að segja að það eru til bæði mælingar á sölu og svo eru til skoðanarkannanir, lýðheilsu mælingar. Já, en það er til dæmis þá eru ýmsir áfengistengdir sjúkdómar. Já.
sjaldgæfari hér á landi af því Íslendingar drekka einfaldlega bara minna heldur en mjög margar þjóðir. Já, við sendum sko veikasta fólki mikið til Spánar láta að drekka sér til hela. Ég ætla að það þannig að ef að það þetta er ómúlega ríkisstjórn út frá sjónarmiðum hægrisins. Ég held að séu allir eiginlega sammála því. Það er svolítið skrítið. Nú formaðurinn orðinn forsætisráðherra, hann bara verður að halda þessa ríkisstjórn gangandi. Getur það komið þannig að hagsmunir Sjálfstæðisflokksins og Bjarna Benediktssonar fara bara ekki saman? Já, sko, það er náttúrulega hagsmunir tiltekins flokks að vera í ríkisstjórn og það gerir eitthvað, eða ekki? Og ég meina, og fylgið er í klóstinu. Ég meina, þá náttúrulega viltu þetta ekki fara í kosningar. Það liggur í hlutariseðli, en hinn hliðin er á því... Þú verður að skipta fórustu áður að ferði kosningar, en þú getur ekki skipta fórustu þegar formaðurinn orðið forsætisráðherra. Já, þú verður skipta fórustu, sko, ég meina, þú verður allavega að breyta einhverju, sko, ef þú ætlar að ná tilbaka fylginu. Ég meina, þú verður ástæðan fyrir því að fylgi, sko, Sjálfstæðisflokksins er niður, er vantilega vegna þess að kjósendur flokksins líta svo á að stefnumál flokksins og hugmyndafræði flokksins er bara ekki í framkvæmt, sko. Já. En þú ert í sjálfstæðisflokknum, hvort viltu breyta sjálfstæðisstefnunni? Viltu breyta stefnu flokksins eða viltu breyta fórustunni sem á að fylgja stefnunni en gerir það ekki? Já, ég myndi sko breyta því að ég helst vilja bara náttúrulega þeirri bóða til kosningar, sko. Þú getur ekki að því að formaðurinn er forsætisráðherra og það bara gengur ekki að ríkisstjórnin springi á hans vakt. Nei, það er, gengur ekki. Þú getur ekki farið í næstu kosningar með Bjarna Benediktssonar í tvífallna ríkisstjórn og bóðið hann sem leiðtoga sem á að leiða næstu ríkisstjórn sem náði 8 mánuðum 2017 og núna 8, ekki það, kannski 7 mánuðum. Nei, hann verður náttúrulega að snúa við blaðinu í þessum málum sem við erum búin að fara yfir hérna. Hann nærði ekki þessar ríkisstjórn. Já, skulum ná samt ekki Bjarni hefur nú reyndar alveg einn möguleika og það er að hann gæti tiltölulega fljótt lýst yfir að eru kosningar sko að vori, það að segja næsta vor, þá er hann búin að stytta tíman sem þarf til að halda út án þess að ríkisstjórnin springi. Þau hafa haldið í þetta. Þau voru að segja að verðbólgan og vextinum verði ekki farnir niður þá. Ég reyndar alltaf að segja að það er alveg séns að verðbólgan fari niður vegna þess að sko þó það sé ekki góð efnahagsstjórn þá auðvitað er það er þetta eldgos, það getur verið samdráttur í ferðaþjónustunni. Og þetta getur nú allt haft þegar eftirspurn minnkar þá sko þegar samdráttur í ferðaþjónustunni þá dregst úr gjaldeyristekjunum, þá veikist gengið og þá hækkar verðbólgan, sko. Þannig að og ég meina þannig að sko megi vandinn í þessari sko hjá þessari ríkisstjórn að þér var að verðbólguna, það er bara vegna þess að það er bara stjórnlaust útgjaldasök. Sko mér langar að segja hérna í þessu sambandi þess að vangaveltur kosningar næsta vor. Ef maður hugsar stjórnskipanar og þessar umræður sem hafa farið fram núna og voru líka til dæmis þegar Sigmundur Davíð fór til Bessastaða og ætlaði að biðja þingrof og kosningar. Forseti neitaði munið því það var meiri hluti á þinginu. Ég held að það hluti að þurfa meira til heldur en að Bjarni Ben ákveða að fara á Bessastað og biðja kosningar. Nei, við erum að spá því að það er ekki spáin hér að Svandís Svavarsdóttir muni sveigja vafki eitthvað þannig að mér fannst allir vera að tala það að hann myndi ákveða það. Ég er að segja að það hefur verið talað það var meðal annars talað þegar þessi ríkisstjórn eða það er fyrsta ríkisstjórn Katrín Jakobsdóttir var myndu að þá gæti komið til greina að sko kjósa aftur að vori eins og þá sagði Bjarni Benediktsson til hvers heldur að ég sé að berjast við að komast að völdum til þess að gefa það frá mér og þá var það bara að vera að tala 4 mánuði og hann fannst það fráleitum. Ég skil alveg hvað það segja en ég er að segja að þetta er samt sem að möguleiki fyrir hann að boða þetta að eftir ár í staðin fyrir eftir 18 mánuði verði kosið. Ég myndi nú bara að segja að nýorðin forsætisráðherra Bjarni Benediktsson ef hann færi að segja strax í næstu viku að það er kosningar að vori, það væri nú meiri sneipan. Nei, hann myndi að sjálfsögðu segja það í janúar eða eitthvað svona. Karen, getur Bjarni slitið ríkisstjórninni eða er það ekki bara bundin því að halda völdum til haustsins 2025? Sko, það er eitt sem ég er að spá að það voru svo margir að tala og maður skynniði það sjálfur að Bjarni verið fyrir að leiðast rosalega mikið í pólitík. Núna sýnist maður ekkert fara snið á Bjarna. Hann er búin að raka sig. Já, hann er í svona hann var eini sem brosti þessa daga. Já. Sigur Ingi brosti ekki. Já, þannig mann sýnist það og svo var en ég bara veit ekki alveg,
eins og ég sagði, ég lá ekkert yfir stjórnarsáttmála eða þessum hugmyndum, en það var bara að tala orkumál og einmitt, þá sjáum við bara hvað fyrirtækin gera og það alveg spennandi og svo var talað útlendingamál að ná tökum á landamærunum og eins og það tengist verðbólgu eða efnahagsmálum eitthvað, en að því þá liggur fyrir nýtt frumvarp sem liggur mjög mikið á að klára og þá það til dæmis eins og það að eins og allir nefndi hérna fyrr að koma upp í einhverju varðhaldsbækistöðu fyrir flóttafólk, það sem líka vista börn og hlýtur að vera gríðarlega dýrt úrræði, að því ég hef til dæmis komið að málum þar sem eru svona úrræði fyrir börn sem eiga við svona vandamál að stríða og komið umræðum öryggisvistun og þetta svo dýrt að þetta verður einhvern veginn aldrei sama þótt og þörfin sé mikið. Þannig ég ekki vissum að þetta verri hugmynd heldur en þegar Inga Sæland lagði til að Egilsvöll breytt í sóttvarnafangelsi. Já, mér finnst það svona mjög líkar hugmyndir. Líkar hugmyndir. Já. Þannig að en við fórum reyndar í þá hugmynd sko, hún var í hótelinu Já, við komum öll saman það. Já, að breytti í sóttvarnafangelsi Þannig að það sem Bjarni að leggja til að þetta málin og þetta málin og þú ekki trúað því hann náði þessu fram. Þannig hann eiginlega, það getur ekki annað en ég bara hlakka til að sjá hvernig hann ætlar að gera það, því ég hef ekki séð útfærsluna, þú veist. En svo náttúrulega líka alveg opið fyrir það að þó þau hafi nú ekki verið mjög góð í að vinna sína svona dagstaglega, þá getur vel verið að þeim langi að vera aftur í ríkisstjórn og þó að það sé svart að þau hafi nú svolítið áhuga á því að hýsi upp fylgið hjá sínum flokki og einmitt kannski skilja VFG eftir eða VFG að komast í ríkisstjórn með einhverjum öðrum. Við sjáum þetta ágætis hvati sko, til að gera eitthvað. Við sjáum framsóknarlega bara, þeir eru mjög konsistant í sínu að kaupa sér atkvæði með bara að hygla sérhagsmunum. Nú eru þeir orðnir með fjármálandi, þannig að það ætti að vera heimilt. Já, þetta eru spennandi tímar. Þetta er eins og að afhenda sko unglingi bílleikla á vodkaflösku sko. Sem að þú til að vera gott eða ekki við vodkað? Nei, ég myndi nú ekki gera það sko. Herðu, en varðandi Bjarna, það er í gangi undirskriftasöfnun sem fólk skrifar undir yfirlýsinguna. Bjarni Benediktsson hefur ekki minn stuðning sem forsætisráðherra og það komið upp í 35.000 sem að skrifa undir það og hann er komið núna þetta er 19. stærsta undirskriftasöfnun í Íslandssögunni og það er ekki 2 dagar sem þetta byrjaði. Þannig ég veit ekki hvar í veröldinni þetta mun enda eiginlega og hann hefur farið út úr til dæmis undirskriftasöfnunum að Sigmundur Davíð myndi segja af sér eftir Panama. Hann hefur farið yfir fjölmiðlafrumvarpið sem var nóg til þess að Ólafur Ragnar Grímsson neitaði rita undir lög. Hann hefur farið yfir gegn hvalveiðum. Hann hefur farið yfir þegar var undirskriftasöfnunum að DEVAF breytti ritstjórnarstefnu sinni eða eitthvað mann það. Hann bara, og síðan ertu með kröfum leiðréttingu stökkbreyttra lána, það er næst kröfum að hætt verði við áallanir virkjanir á íslenska hálendinu gegn ICEF-samningnum nr. 3, hann bara leiðinni þarna og ég að telja þetta upp, vegna þetta eru bara helstu deilumál sem hafa verið í íslensku samfélagi. Allt í einu mæti bara Bjarni Benediktsson sem persóna inn í þennan lista. Er það þannig að Bjarni Benediktsson bara eitt af stæðstu svona pólitísku vandamálum eða deilumálum í íslensku samfélagi? Já, mennum tekst að klína við miklu á hann einhverjum svona fáránlegu rugli sem á sér enga stóði í veruleikanum. Eins og þegar en af hverju? Eins og þegar pappas kaupir nokkur hlutabrifi, einhver almenns hlutafrútboði, það var nú eitt stóra málið sko. Þetta náttúrulega bara stormur í, já, algjör miskilningur. Það kosið á 4 ára fresti. Og það bara þar sem að fólk kýsa ekkert með undirskriftasöfnum. Sko. Þetta einhver mískilning. Það sem ég var að telja bara alveg. Nei, ég held að það sé enginn að krefjast þess að kjósa. Nei, ég meina fólk kýs bara, síðan eru ferlið, þið lýðræðslega sko, ferli í þessu að flokka koma sér saman hver er forsætisráðherra. Það gerur ekkert í gegnum undirskriftasafnanir. Þetta ég veit ekki hver fékk þessa vitleysu summa. Þetta ekki undirskriftasafnunum gerum Bjarna Benediktsson á forsætisráðherra. Þetta viðbrögð við því hann gerður á forsætisráðherra sem bendi til þess að það sé mikil andstaða í íslensku samfélagi. Og stundum það þannig. Hvað svona slæmt við hann? Það fólki sem skrifar undir finnst það. Nei, ég meina, finnst það með hvað? Hvert málefni? Það getur ekki verið að eitt sem að segja miskilita. Þetta eru 35.000 mann sem hafa þegar skrifað undir. Já.
og mér finnst þetta benda til þess að það eru takmarkanir fyrir því hvað stjórnmálaflokkar geta gert og þarna virðist vera Sjálfstæðisflokkurinn hafi ákveðið það að gera Bjarna Benediktsson að forsætisráðherra í gríðalegu óþökk stórs hóps almennings og við sjáum það í könnunum það eru 75% af þjóðinni sem vantrist þessu manni og kannski það bara þannig að í lýðræðslegu samfélagi þá getur ekki stilt upp hverjum sem valdhafa ef að almenningur vill það ekki. Nei, hvað ef að sko, einhver myndi nú bara sko, efna til undirskriftasöfnunar og myndi þá hvetja Bjarna til þess að verða sitja sem forsætisráðherra þetta myndi jafnvel stafa ég held að myndi ná kannski svona 3800 já, en ég myndi minnst stafa það rétt já, það var búið að laga það það er hægt að breyta þessum undirskriftasöfnum eftir á sko. já, ok, fín en sko, ég meina hvað þá, ef það væru ef það fengjust jafnmargir til þess að styðja hann, hvað er og hvað? Það er engin af þessum könnunum sem eru hérna það er engin sem er hérna burtu með Jónas frá Hriflu það er engin svona könnun, það er engin svona stuðningur. Bjarni Benediktsson er eini maðurinn sem hefur náð að espa svo fólk upp að það efni til undirskriftasöfnunar og hann er að slá út helstu deilumáli í íslensku samfélagi á lýðveldistíman. Já, ég held að sé gott náttúrulega að vera umdeildur sko, ég held að versta sem þú getur lent í er að vera óumdeildur sko. Þá ef þú hefur fylgið líka sko. Ef ég má aðeins rjúfa þetta ástabrif hérna sko, þá er þetta tjáningafrelsismál, það er þannig að almenningur hefur, jafnvel þegar það er ekki kosningar, allan rétt á að tjá skoðun sína á stjórnmálamönnum og ráðherrum. Og það er svolítið merkilegt að hlusta á þetta, það er bara kosa á 4 ára fresti á kosa á 4 ára fresti. Það kemur ekki í vekk fyrir það að það megi tjá óánægju sína með stöðu mála. Það vill líka svo til að Bjarni Benediktsson er kjörinn formaður flokksins til held í 2 ára alltaf í senn ef ég man rétt. Og það hefur ekki stoppað sjálfstæðismenn og jafnvel forystu sjálfstæðisflokksins eða þar að segja ekki forystu fyrir heldur kjörna fulltrúa sjálfstæðisflokksins til þess að gagnrýna hann. Megi ekki kjósa. Nei, ég meina það er enginn að segja að fólk megi ekki standa þessar undirskriftasöfnur. Þetta er bara kjána með. Nei, já, það er Björn Bjarnason var reyndar að kvarta yfir því að það var gert. Hann var reyndar að kvarta yfir því og vildi og leti eins og þetta væri einhvers konar bara gerfinöfn þarna en þetta fer í gegnum rafræn skilríki. Og það er bara ekki þannig að ríkisstjórn eða semst að það sé kjörið til 4 ára og ríkisstjórn sé bara sett og það skipti engu máli hvað neinum finnst það. Þess vegna springa þær, þess vegna er stundum kosið þrátt fyrir að kjörtímabilið sé ekki liðið. En það er eins og þannig á sveitarstjórnarstiginu að það er ekki hægt. Þar þarf alltaf að mynda einhvers konar, ekki endilega meirihluta en einhvers konar getur til að sinna verkefnum. Og það er bara ansi merkilegt að Bjarni Benediktsson verði forsætisráðherra og viðbröðin séu svona harkaleg. Hvaða áhrif þetta hefur, ég meina það gæti komið til tals auðvitað að Guðni ávarpið þetta eitthvað, gæti komið til tals, en auðvitað sjáðu allir sem að spá í stjórnmálunum að sjálfstæðismönnum þeir eru ekkert að spá í að fara að hætta út af þessu, þeim finnst þetta bara pirrandi að þeim finnst þetta asnalegt. En þetta hefur líka talsverð áhrif á hina flokkana í ríkisstjórn sem að langar auðvitað að ná einhverjum smá árangri í næstu kosningum. En þetta er fyrst og fremst bara tjáningafrelsismál, það er alltaf réttur almennings að tjá skoðun sinna á stjórnmálunum og í þroskuðu lýðræðisríkjum þá getur það haft áhrif til kosninga, getur haft áhrif að stjórnir falla. Það er bara þannig. Og það þýðir ekkert alltaf að nálgast að þannig að þetta sé bara eitthvað fáralegt og þetta sé bara eitthvað tæknilega astnalegt eða hvað þetta er að þýða. Það er að gera skoðanakannanir og... Við þekkjum alveg við nákvæmlega svarið við. Það er hafa nefnilega áhrif mjög vítt. Já, ég meina það er ekkert nýtt í því og ég meina hvort það eru 35 fylgjandi og aðra á móti sko. Það hefur alveg verið spurt út í ákvæmlega eða svipaða þætti og Bjarni svarast því þannig til. Ég sæki umboð mitt til kjósanda Sjálfstæðisflokksins og málið úr sögunni. Þannig það er svarið sem kemur fljótlega. Það sem að hann segir sko. Já, sem hann segir. En mér sýnist það bara ekkert vera að virka svo vel sko. Ég sé ekki ég held að það sé samt komin svo mikið leiði í fólk. Það er bara býða. Það er fólk hérna sem vil bjóða sér fram til forseta og ég erfiðleikum en á 1500 meðmælendum. Bjarni náði 35.000 andmælendum
á innan við 2 sólarhringum. En auðvitað eða væri grasrót í Sjálfstæðisflokknum sem væri með bakbein, þá væri búið að gera eitthvað í því að formaðurinn væri svona óvinnsæll. Formaðurinn eru auðvitað hérna vegna þess að Sjálfstæðismenn standa með sínu formanni. Og þetta er bara eitt dæmi þess hvernig almenningur á Íslandi og hluti hans tjáir óánægju sínu með það. Það er bara þannig. Og Sjálfstæðismenn geta hlustað á þetta, þeir geta fundist þetta asnalegt, þeir geta hunsað þetta. Þetta er samt svona. Það lítur að takmarka getu flokksins til að ná fram sínum málum í ríkisstjórn og í stjórnmála. Já, ættu vinstrimenn ekki vera glaðastrekni en bara að hafa Bjarna. Akkur ætti þetta að draga úr getu flokksins til að ná fram. Það er oft þannig, það er betra að hafa meðbyrð þú veist í pólitík, það er ekki gott að vera bara með alla mótið þér. Það árangur Katrínar er svona því hún er rosalega lækaböld. Getur svolítið verið svona. Viltu kvarta það? Ég segi bara eins og Karin, ég ætla bara að fara heima því það hakk með þetta gengur yfir og sjá hvað setur. Þá fyrir við bara að slá botnin í þetta. Gaman að fá ykkur fólk úr ólíkum áttum. Erna, Arnar, Karin og Alli. Kæra þakkir. Takk fyrir. En við ætlum að sitja hérna áfram og reyna að skilja heiminn sem við lifum í. Við ætlum að fara til Indlands og svo ætlum við að fara í forsetakosningar á Íslandi hér eftir augnablik. 60% Eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig er hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, við ætlum að skella okkur til Indlands. Það eru framönda þar kosningar og það er gott tilefni til þess að fara austur og farastur okkar í þeirri ferð er Jón Ormur Halldórsson. Vertu velkomin. Takk. Það verið að fara að kjósa þarna í þessu fjölmennasta lýðræðisríki í heimi, hefur oft verið sagt. Á maður að setja gæsalappir eitthvað á lýðræðisríki? Það er svona vaxandi tilhneiging til þess að fólk gerir það. Já. Og það eru góðar ástæður fyrir því. Þannig að lýðræðinu hefur mjög hnignað á Indlandi, ekki nokkuð á því. Ég held að þessi nánast óumdeild. En það er hins vegar, þetta er lýðræði. Það verður kosið, þetta er alvöru kosningar. Fjölmiðlun er öll meir og minni í höndum þeirra sem styðja stjórn, núverandi stjórn, Bharatiya Janata flokksins. Já. Þannig að það er mjög lítið fjölmiðlun frá stjórnaraðstöðunni. Það er óhemjulega mikið peningum, alveg gersamlega ótrúlegar summur sem að stórfyrirtækin hafa lagt Bharatiya Janata flokknum til. Stjórnaraðstöðun hefur lendið því núna að búið loka bankareiningunum hjá þeim, þannig að lýðræði, já, það verður kosið og það verður talið og það er rauninni alveg stórkostlegt afrek og þetta er ótrúlega að fylgjast með og sjá í rauninni maður kemur til Indlands þegar kosningar í gangi. Þetta er þessi milljarður manna sem það tekur þátt í þessum kosningum. Þannig að þetta er mjög erfitt í framkvæmd og allt það en svona allt það sem að prósessin er í lagi og er ótrúlega góður. Það er þetta að treysta því að það fá allir að kjósa. Það verður rétt talið og það verður rétt úrslit birt en það er svona allt í kringum þetta sem er með öðrum hætti heldur en það var. Já, og ég sagði Indland fjölmennasta lýðræðisríki heims en núna er það líklega orðið fjölmennasta ríki heims. Já, það er orðið það. Það er núna milli 14 og 1500 miljónir manna sem búa á Indlandi. Þeir eru komnir fram úr Kína og munum taka mjög mikið fram á Kína næstu árum því að það fjölgar enn á Indlandum eitthvað aldrei verið 1% á ári en það er svona að byrja að fækka í Kína. Og þannig að það, ég held að menn spá því að Indur eru 17-1800 miljónir áður þeim byrjar að fækka. Þannig að þetta er risaríki og það er raunni, svolítið erfitt að tala alltaf Indland vegna þess að fyrir fólk sem ekki hefur komið þarna og átt að segja ekki á stærðinu og umfanginu og hvað þetta ger ólíkt samfélag, öllu því sem að þekkja mannastæði frá. Maður veit ekki alveg hvernig það skilst alltaf sem maður segir þetta því að það bara er allt öðruvísi og síðan innan Indlands það risaríkis þá eru gerólíkar menningarsvæði, gerólík tungumál, trúarbrögð, allt. Þegar nú hefur verið að kjósa, ég veit ekki, maður myndur náttúrulega svona amerísk kutöku þá er að kjósa allríkiskostingar, það sem er núna, en
inn í Indlandi eru svona ríki sem eru ekki öll að fara í sömu áttina. Nei. Hvaða máli skiptir alríkið segjum að við værum bara venjulegi borgarar inn í einhverju þessu ríki. Hvað það sem ræður mestu framtíð okkar? Það skiptir langmestu máli, alríkið. Og það rauninni fjárráð fylgjana eða ríkjana eða hvað mann kallar þau, eru mjög takmarkuð og miklu minni heldur en kannski fólk getur ímyndað sér. En þetta samt ákveðin skiptingarn á milli. Það eru 28 ríki eða fylki eða hvað það Svo við setjum afturlutin í samhengi, stærsta fylki Uttar Pradesh sem 220 milljónir manna og maður þarf að fara niður í fylki númer 7 eða 8 til þess að sjá íbúðtölu Frakklands eða Bretlands. Þetta eru Bihar með 110 milljónir, Vestur Bengal með 100 milljónir, Andhra Pradesh sem 80 milljónir og svo framvegis, Tamil Nadu 70 milljónir. Og þessi ríki að mörguleiti eiga sér ákveðna tilvist í því að það pólitík mikil innan þeirra og mikið af pólitíkinu sem sér frá degi til dags í fréttamiðlum á Indlandi sem aðgengilegir fyrir alla því að það semst fyrir fólk utan Indlands því að það í öllum stærri borgum gefunum dagblöð á ensku og þá sér maður að áherslin öll á mjög lokalatriði sem getur verið mjög ólík frá einu fylki til annars og menningin gerólík líka, viðfangsefnið og allt þetta en í rauninni þá þetta ekki það sem að ríkin hafa úr að spila tiltölulega mjög lítið. Og það rauninni eitt kostningamáli núna og rauninni þess að ég fylgist með því horfa á þessar kostningar með býða spenntastur eftir. En það hvernig bara það Janata-flokknum muni ganga á Suður-Indlandi. Því honum gengi illa til þessa. Sem dæmi að taka Tamil Nadu sem lykil fylki, 75 miljón manna fylki, syðst á Indlandi. Þar fekk bara það Janata-flokkurinn ekki með 5% atkvæði síðust kostningum. Og fylgjum í kring eitthvað dálítið meira en hvergi nandanæri því að ná meirihluta þingsæti eða meirihluta atkvæða. Og þetta ákveðin ástæði fyrir þessu. Ein megin ástæðin svo að þetta málsvæði, þetta ólík tungumálasvæði náttúrulega. Þannig að tamilska allmis ekkert skild málunum fylgjum í kring. En þetta allt saman tungumál sem alls óskild hindi sem ríkismál Indlands. Hindi aftur móti skilt íslensku og persnesku og alls konar öðrum tungumáli sem við þekkjum. En þetta engin skildleikja milli neinum tagi. Og þannig að maður fer þessum Suður-Indland þá sér maður það að fólk þar það hefur svona ákveðin tortryggningar Norður-Indlands sem miklu stærra og hefur ráðið ferðin alltaf. Fólk vill ekki láta knýja sig til þess að læra hindi, vilja frekar eiga samskipti á ensku milli fylkja og milli hópa innan fylkja heldur en að læra hindi. Og óttast að Módi og hans flokkur að þeir munu þrengja enn meira sjálfstæði fylkjana og þess vegna kosningabaráttan kannski hörðust í Suður-Indland og mest spennandi þar. Sem þá að auka völd fylkjana á móti alríkinu eins og við þekkjum í bandarísku stjórnmálum og eins og við þekkjum raunverulega úr evrópsku stjórnmálum þar sem eru flokkar sem sem hafa auki fylki í dag sem að vilja draga úr valdi Brussel en auka völd þjóðríkina. Já, þetta kannski einhver leiti sambarlegt en það þó þarna líta menn úr Suður-Indlandi yfir þetta sem varnarbaráttu frekar heldur en mikla sóknarbaráttu. Þannig að þeir vilja fá að halda í það sem þeir hafa frekar heldur en að láta Delhi og stjórnarflokkir á þau öllum. Og þetta viðkvæmast atriðis tungumálið. Svo líka annað þó að allir þorrið eða 85% eða eitthvað íbúar Suður-Indlands séu hindúar og fjöldi hindúar þar í flestu ríkjum herra heldur en í nyrst á Indlandi að það hafa menn þar ekki keypt þessa hindúísku þjóðurnishyggju Módís og finnst þetta eyðileggingur samfélaginu, skemmtur á samfélaginu með því að vera ráðast gegn minnihlutahópum af trúarlegum toga og þannig að þetta það margt að skilur mill og mest menningarlegt. En að því vorum að tala stærðina á Indlandi sem fjölmennasta ríki heimi þá Pakistan klofnaði náttúrulega frá Indlandi og Bangladesh líka og þetta allt líka lönd sem á toppnum yfir 8 fjölmennustu lönd í heimi þannig að saman væri þetta 2 miljardar svo gott sem eða bara á morgun eða hinn þá þetta bara komið upp í 2 miljardar. Eitthvað líkur á því að það sem að Indland í dag gæti einhvern veginn klofnað eða? Nei, til að svara spurningunum þess að þú nefndir sem alveg hár rétt
Hvað þetta merkilegt rauninni? Sko, breska keisaradæmið á Indlandi, að það íbúar þess núna eru 2 milljarðar að verða. Það voru innan við 400 milljónir þegar Bretar fóru. Þannig að þarna sérðu hvernig heimurinn hefur breyst og það er ekkert sem breyst meira heldur en þessi hlutfarslega mannfjölgun í ákveðnum hlutum heimsins og mannfækkun eða stöðnun í öðrum hlutunum. Þetta er að breyta öllu og mun gersamlega breyta því hvernig heimurinn verður eftir 30, 40, 50 ár. Þannig að þess að fólki einfallega er þarna, ekki hérna. Og það bara mun hafa breytingar í för með sér allstaðar. Varðandi hvort að Indland hangi saman sem ríki, þá held ég svo sé. Það er eitthvað... Þegar við erum að ræða því að við vísaði til Bandaríkjanna og Evrópu, að það er eiginlega vangaveltur í pólitík í Bandaríkjanum og í Evrópu. Já, ég held að hvernig á að láta stóru einingarnar og smáu einingarnar vinna saman. Það er viðfáðsefni. Ég held að eins og í Bandaríkjanum þá reiknir menn með því að þetta hangi saman. Það er kannski meiri spurning með Evrópu hvernig það gengur með ólík þjóðríki og allt það. En í Bandaríkjanum þetta nú ég lengum í hug held ég að Bandaríki minna klopna upp í mörg ríki. Það var reynd 1863, var það ekki? Og mistóst. Þannig að ég veist maður hefur reynd aftur. Það er svolítið svipað á Indlandi. Það er nú þannig að þegar maður ferðast um Indland að sko fyrsta sem hún tekur eftir er það að þér finnst eins og sér að fara á landi í land. Þegar þú horfir út gluggan í ábrautarlestinni þá er ekki nómið þá að heyrir sko að tungumál hefur gjörbreyst frá því bara síðast stoppi heldur að skrifa með öðru leturtáknum. Þannig að þetta er bara eins og ferðast með heila heimsálfu ekki landa fara þarna á Indlandi. En það er enga síðu þannig. Það er alveg sama hvað það kemur á Indlandi. Það er einhver samindversk tilfinning. Hafandi sagt það að hún er náttúrulega vinn í Pakistan líka og Bangladesh. Hver er hún? Af því að við höldum áfram að vísa í Bandaríkin. Það stundum veldi með fyrir sig að þau eiginlega saminist ekki neitt orðið nema bara fánan. Já, ég held sko að þess með hendur. Og svo les fólki bara eftir því hvað hún kemur, hvað þessi fáni tánar sko. Já, þú getur táknar mjög ólíka hluti. Já. Hvað er það hvað er þessi sameiginlega indverska tilfinning? Já, það er kannski þetta stóra spurningi með bara heiminn í heild. Hvað er þessi ræður því hvernig fólk telur sig til sveitar? Og það er hérna, held ég, það stóra sem er að gerast okkur í stjórnmálum heimsins, þessi árun og áratugina, er endurskoðun af þessum. Og það er einhver tilfinning það að fólk vilji vita hvað það er, eða þú vilt vita hvað þú ert. Svo tilfinning verðist til mikla áleitnar núna heldur hún var fyrir tiltölulega fáum árum síðan. Þannig að það eru aukna kröfur það að hópar svona sortir þessi saman sem er eitthvað sameiginlegt en á sama tíma þá gengur það mjög illa upp pólitískt og efnahagslega og það er hérna, við getum tekið til dæmis Írak sem að sko mjög margir kunningi mín sem að hefðu ekki gert annað alla æfina heldur en að fylgjast með Írak sögðu bara bent út Írak dagar þessur taldir, það er að klopna í 20 eða 30 eða 4 hluta eða hvað það er. Einstöku fræðmanni sem er náttúrulega Magnús Þorkell Bernhardsson okkar mesti sérfræðingur í Miðausturlöndum, hann með taldi að þetta veri ekki þannig. Hann sagði Írak mun blífa, Írak verður áfram. Og það er endist rétt, en þetta er svo auðvelt að finna ástæð fyrir það að splundrist. Ég sjálf tók þátt í miklu debatti kringum aldamótunum hvort að Indónesía myndi lifa af stjórnarskiptið þeirra landinu þegar einræða stjórnin hrundi. Og það var eiginlega svolítið 50-50. Man þetta ráðstefni sem var á í Kaupmannahöfn á þeim tíma. Það sem að þetta var eiginlega alltaf 50-50 fræðimærinu við borðið hvort að töldu Indónesía myndi lifa það degja eða eitthvað splundrast í sundur. Kannski heldur fleiri sem töldu þetta myndi hanga saman. En þar voru það að finna ástæði fyrir því oftar og oftar til þess að spyrja að okkur hangi rússneska Russian Federation, þessi rússneska sambandslifið, okkur hangi það saman. Gjör ólíkir hlutir þar. Og það kannski svarið við því þeim er ekki left neitt annað. En ríkisheildirnar, þó að þær geti verið eins og sumstar í Afríku, næstu tilvíðan kent hvernig þær eru samsettar. Ekki næstu því, algjörlega af þjóðum sem eru raunverulega ekki eðlilegir bandamenn. Að ríkisheildirnar haldi þótt að þjóðirnar kannski leiki svona, ríkin leiki svona eins og mjög ábyrjandi í Vestur-Afríku. Ég mann til því að ferðast í Austur-Afríku á sínum tíma, þá sagði með fræðmaður sem var alveg ógalinn maður heldur, hann sagði mér eina þjóðríkið í Afríku er Sómalía. Sómalía kom með 3 parta, það eru einu ríki sem hefur klofnað og orðið 3 algjörlega aðskildar einingar sem berjast innbyrðis. Þetta eru algjörlega tilvíðan í hvernig þetta gerist. Þetta fór ekki einu sinni eftir landslæg, þetta er árfarber og manna slikt heldur tilvíðan það miklu ótrúlegri. Sumum tilvíkur heila eins og allir með þessi Bretar voru að afmarka
lönd, þá mér bent á landamæri í Afríku sem að hniklast eftir tíma og svo allt inni kemur bara löng bein lína og þá það út af því að leiðangurinn gefst upp og út af því sko lendingu þjóð öðrum yfir landamærin ekki hinum meginn, þú veist. Þeir þekktu það bara ekki landið. Þekktu ekki landið og réði ekki við að fara yfir það og þess að dróðu ekki einu svona nákvæmt kort. Og eins með Miðausturlönd, það skilur enginn í ákvæmum línum þar. Ein línan þar kölluð Higgs til Churchills af því að hún óskiljanlega út frá öðru heldur en maður með Higgs það hefur búið henni til. En ef það er þannig að við þörf fyrir að tilheyra einhverjum tilteknum hópi, þá hefur við líka þörf fyrir að vita hvað sá hópur er og hvert hann ætlar. Já. Hvað er það með indversku tilfinningu fyrir einhverju samheldni? Hvað er það og hvert ætlar hópurinn? Þannig sem betur fyrir ekki en eining það. Nei. Það er það hættulega. En það sem Móti hefur gert er að hann hefur búið til ákveðna hugmynd. Og hana hefur verið vaxandi eining og það er það að Indland að það rísi upp núna. Takk þetta einu. Alveg saman hverju lítur á stjórnmálátök í heiminum. Þetta snýst allt móðganir. Móðganir? Og niðurlægingu. Já. Það er land eftir land sem ferði. Það er svo annars vegar sér pólitíkin innanlands eða pólitíkin millilanda felast í því að það er að rísa upp fólk sem segir látum ekki bjóða okkur þetta lengur. Við vorum niðurlægð. Við vorum rænd, við vorum að fara illa með okkur útlendingum eða eitthvað þess aftur. Við konumstu þetta er þráðurinn í sjálfstæðis baráttu hugmyndum Íslendinga sjálfan sig? Jú, hefur bara haldið áfram hjá mörgum. Og það er auðvitað vinsælt kenning alls þar þetta sé allt útlendingum að kenna. En þetta er þessi dýpri en það í Indland og með víðar og það er eins og hafi verið til, það var til hugmyndum Indland sem að Nehru bjóð til á sínum tíma og hans menn og Mahatma Gandhi og fleiri stóðu að Indland sem svona sekúlar lýðveldi sem yrði land fyrir alla sem þar byggju og myndu einkennast af umburðarlendi og því að allir getur verið eins og vildu vera, þetta verið mjög ólíkar menningarheldur og það er alltaf að lifa sem henni sátt og samlendi og sína heiminum í leiðin þetta væri hægt. Þetta var svona hugmyndunum Indland. Núna er hugmynd Móti sem sögðu svo, þannig að það bara hingað ekki lengra. Hindur eru 80% íbúana en þeir hafa verið þjáður meira hluti, ekki minna hluti, alla tíð. Það verið gengið á réttir, gengið á hlutir, það eru aðrir hópar sem hafa fengið alls konar fríðindi sem við fáum ekki. Þessu viljum við snúa við og við höfum harmað að hefna. Múslimar hafa sýnt að þeir eru bara að Pakistan, þeir standað með Pakistan þegar að, ég vel í milliríkjadeilum, þeir stiða hryðjuverk gegn okkur og svo framvegis. Þannig að hann tekur mjög stórt upp þessu og lýsir raunni meðborgunum sínum sem nú 200 milljónir múslima á Indlandi sem meira og minna hæpnu fólki sem ekki að treysta og lætur sem að fyrir Indverja sé málið að endur heimta sjálfstæði sitt. Þetta setur hann síðan í eins og Putin gerir til dæmis með sögur Rússlands, þá setur hann til langt samhengi og í tilviki Indlands er ennþá lengra því að hann segir Indland hefur verið kúað í 2000 ári eða man ekki nákvæmlega hvað hann byrjar en þess að kúað Bretlandi í 2 aldir, þar á undan af múslimum, Múgal keisaraveldinu og þar á undan af öðrum persneskum og öðrum ríkjum sem ríðust inn á Indland og eru löngu síðan með þess að allir sendi miklu dreininu söguna. Þannig að allir hafa verið að ráðast á Indland alla tíð og nú komið að því að Hindu að fá að vera í friði og þeir fá að ráða sínu ríki, segir hann. Þetta er opaslega sterk hugmynd. En það sem að ræður úrslitum í þessari hugmynd er það að stjórnar andstæðan sem hún er svo ótrústveikjandi. Hún stjórnaði Indlandi, kongressflokkurinn stjórnaði Indlandi áratugum saman með ansið svona lélegum árangur í efnahagsmálum og menn sjá löndin allt í kring sem hafa geist fram úr þeim, sérstaklega Kína sem allir á Indlandi hugsa mikið og tala mikið Það er eiginlega sama hvað maður fer á Indlandi, maður alltaf spurur endalega vitnast hefur búið í Kína, þá bara fer kvöldið í það, það er ekki bara tala um Kína. Þannig þeir eru með það svolítið á heilanum og sömuleiðis löndin þar fyrir sunnan og austan sem hafa öll gengið vel. Og þetta er stjórnarandstaðan, þetta er bara fólk sem er látið alls konar minnihluta-hópa vaða uppi. Þetta er eitthvað snýst einhver ímyndum mannréttindu og frelsi og eitthvað slikt einhver hópa sem er ekki partur á okkar samfélagi. En nú ætlum við meirihlutin að rísa upp og taka málinu okkar hendur, gera Indlanda þessu ríka framsaknað þjóðfélagi sem verður eitt stærsta efnahagskerfi heims og heimurum umbyrða virðingu fyrir. Þetta er þessi stóra hugmynd. Þetta er stóra spilið hjá Móti og hún er ótrúlega seductive, hún er auðvelt að kaupa hana. Ánetið þenni. Já, fyrir þá sem að horfa bæði til sögur. Þetta er svona make India great again. Nákvæmlega.
Þetta eiginlega sama og Rússland og allt þetta. Já, eiginlega út og þetta orðið vilsarasta stjórnmálastefna okkar tíma. Já, það er það sko. Það er þetta sem að þau verið að gerast núna á kannski 20-30 ár sem á greina þessa þróun mjög sterklega og kannski þessi stóra spurning með stjórnmála allstaðar, hvers vegna snúast þetta en ekki þau mál sem að þau gerðu kannski áður. Spurningum skiptingu auðsins velferðarkerfi eða ekki velferðarkerfi, einhvers konar spurningar atvinnufrelsi eða viðskiptafrelsi eða líðréttindi, tjáningafrelsi, málfrelsi, frelsi einstaklingsins í samfélaginu til þess að velja sér sína leið. Nákvæmlega. Nú meira hugmyndin að þetta leiðin sem við erum að fara. Já, og hjá móti sko þá þetta í rauninni og ég held að stóra sagan með móti. Sér svo að þetta passar svolítið við indverskan veruleika og indverskar sögu og það ýmislegt til í þessu því að mikið þetta því sko að árangumann í stjórnmálum hann snýst í raunum bara það að búið til sögu sem að einhver fótur fyrir og tengir við eitthvað sem fólk finnst að kannast við og síðan að selja þá sögu sem einhver svona allsherjar veruleika sem skýri allt og mótið hefur ótrúlega snjall í þessu og það sem að held ég að gerast, það hefur verið að gera síðust árna það að mjög margir indverjar, menntaðar indverjar til dæmis, að þeir hafa ákveðið bara að látum þetta yfir okkur ganga, þetta með mótið, þannig balvað bull, margt sem að segir og allt það og þessi þjóðurnisbelgingur náttúrulega bara kvimlegur og kjánalegur og allt það, en við þurfum mann sem lætu verkinn tala og sem kemur okkur á sama spór eins og Kínverjar eru, Kóreumenn, Tælendingar, Malasíumenn, Tævan, öll landinni kring, Indónesía ég vel, þú veist þannig að af hverju Indland að dragast aftur úr og menn finna skýringunni í þessu sérstaða með Indlandi þannig að hefur verið lýðræðisríki mjög erfið að samstefnu stjórnur oft og mikil kaos í pólitík þannig að maður vilja frí frá því og skipta yfir í Austur-Asíu módel það er svona, þannig sem ég skynja þetta því að mér fannst mjög erfitt fyrst og ímyndað mér að fólk sem ég kannast við þetta vissi hvernig hugsaði að það væri tilbúið að kaupa þetta þetta held ég ástæðan. Það vilja frekar efnaðslega vöxt heldur en lýðréttindi. Já. Þetta nú stundum heyrir með fólk sem hefur verið í Kína tala þetta séðilega samkomulagið að meðan að komistaflokkurinn skaffar aukin efnaðslega mátt og framþróun í hverja fjölskyldu þá er fólk til í að Mér var sagt á sínum tíma að flokkurinn hefði komist á niðurstöðum eins og hjá sér akademíu sinni sem stofnust með ekki mikið leikur út frá en maður veit af sem svona færi fræðimenn sem að reyna pæli stöðun og sjá fram í tíman menn hefði ég vel sett sko tölu á þetta ef okkur tekst ekki að halda hagvexti yfir 5% og höldum ekki lokin á botninum og þá þurfum við að taka kannski upp svona þjóðurnislegar ástæður og þá þurfum við að hafa plan B sem að eyðileggja þetta fyrir okkur það er líka hjá móti, hann er bæði með markmiðum að auka efnaðslega velsæld sem að má dragi ef á honum að við tekist eða hvað? Já sko ég held að það er eins og allar svona sögur að það fótið fyrir þeim en það er ekki alveg full sannar sko það var síðasti forsætisráðherra kongressflokksins var maður sem að breytti með miklu í efnaðaskerfinu. Hagfræðingur sem var eiginlega tekin inn sem fjármálráður sem tæknimaður, bara þekktur hagfræðingur og naut mikið stress og hann endaði með því að vera forsætisráðherra í 10 ár. Og á þeim tíma þá hann hefði ekki mikið pólitískt auðoritet og tókst að breyta svona sníða vestu agnúna af indverska efnaðaskerfinu. Því það yrði stundum eins og indverska efnaðaskerfi snýrist hreinlega frá hendi ríkisins það hvernig hægt væri að sko bremsa hluti af og passa upp allar hluti og þetta leiðasveitingar og allt þetta og þetta var algjörlega þetta var svo óskinsamlegt oft á tíðum hvernig og það er ekki mikið spillingi kringu þú varst að kaupa þér velvilja embættismenn á 10 mismunandi stjórnsýslustigum til að geta sko opna ísbúð sko eða bara bættið inn í kæli eða eitthvað þetta var allt saman njörfa niður í það og Singh sem var hérna undan hann byrjaði að taka þetta niður byrjaði að opna Indland svolítið fyrir erlendri fjárfestingu og opna sérstaklega líka Indland sjálft fyrir viðskiptum innan Indlands það furðurlega með Indland var það var ofta til mjög erfitt að viðskiptur á einu hér eða til annars það voru jafnvel tollar á milli sko fylgja og alls konar tekst sem þetta fyrir gegnum með allir flytti vöru inn í fylgja sem var ekki búin til þannig að þetta var fullkomlega galið kerfi og þetta svona breytta nýms þannig að móti tóku mjög góðu búi og móti tóku hagkerfið sem var tilbúið að
stökkva. Og þess vegna tókst þetta, þannig ég held að hann á stjórnaraðstöðunum margt að þakka bæði fyrir hvað hún stóð sér illa mjög lengi, kongressflokkurinn, og síðan hvað hún stóð sér vel síðustu árin. Þannig hann að skila efnaðslegum bata. Já, það er gert það einhver tíma. Þetta er nú sagan á til dæmis á baku að því við erum að taka svona fyrirmyndir eða benda á eitthvað sem líkt. Þetta gæti verið saga Erdogan í Tyrklandi. Já. Sem að tímabili með einhverju búm í byggingariðnaði gæti skaffað svona hugmyndum aukna velseld. Já. Og þangað til að það virkaði ekki lengur. Nei, það eru kannski tveir punktar sem maður að nefna varðandi hvernig þetta gengur. Sko, vöxturinn er 67%. Hann fór yfir 10% ár eftir ári í Kína. Þannig að þetta er ekki alveg saman. Það sama. Og sama með Suður-Kóreu og Tævan og fleiri ríki, Singapúr og fleiri sem voru 8, 9, 10, 11% hagvöxt ár eftir ár. Það hefur aldrei farið yfir 6-7%. Það er svona verið vera þakið. Annað er að Módi er ekki mikil hagfræðingur og hann veriðst setið ofar á sinni list oft á tíðum að kontrollera hluti heldur en að ná árangri. Þannig að það er ennþá mjög mikil opinber tilraunir þessu opinber til að stýra alls konar hluti sem væri betra að velja kannski látið ógert. Og það kemur kannski þriði punktunni því að þeir sem að fyrst og fremst hagnast á þessu kerfi Módis eru tiltölulega fá stórfyrirtæki. Þetta eru kannski 10-20 risafyrirtæki sem að framleiða allt milli heimins og jarðar. Og eigendur þeirra orðnir meðal ríkustu manna heimsins, nokkrir í hópi 100.000 manna veraldar. Og svona fáránlega ríkt fólk, eins og Mukesh Ambani þarna sem er frægur að því að dýrast einbýlishús í heimi sem er á 27 hæðum. Alls konar svona fólk hefur náð og það eru Adani samsteypan líka sem er mjög nátengd Módi, kemur frá Gujarat eins og Módi. Þetta er ekki svo ólíkt svona atvinnuuppbyggingunni í Japan og Kóreu. Sérstaklega Kóreu. Þó að kannski eignarhaldi hafi verið kannski aðeins dreifðara þar heldur en Indlandi. Þetta er eiginlega sama svona. Þetta er líkt Kóreu. Munurinn þarna eins og það sá. Og það sem bjargaði Kóreu og gerði það verkum að það var þessi ævintilegra hagvöxt og þó að það var allt plana frá A til Z. Og það er rauninni Stalin náði ekki eins langt eins og Kóreumenn í að plana hlutina. Þetta er kallað nation building, þetta er ekki alls slæmt. Ég meina það er svona, þannig að Bandaríkin voru svona fyrir 100 árum. Já, þetta gekk svo langt í Kóreu að fyrirtæki fengu bara vita frá ríkinu hvað áttu að gera. Þannig að mann ég hvort að var Hyundai sem fekk allt einu upplýsingar það er að vera skipasmiðar og þeir eru aldrei búið til skip. Hvort það var Daewoo eða eitthvað fyrirtæki sem fekk upplýsingar það mætti ekki framlega bíla, það var annað fyrirtæki, Kia sem átti að gera það, þetta var allt sem að skipulegt og opinbera. Í Japan var það þannig að bönkunum var sagt að þú átt að lána 3,78% í byggingariðnaðinn og þú átt að lána 1,38% í transistorframleiðslu. Og svo var þessar samsteypur í kringu þetta sem er kringu hvert banka og alls konar reglífar og stórfyrirtæki myndu reglífið smáfyrirtækin og svo framvegis. Þetta er eiginlega stæðstu svo efnaðsundrin sem að voru á síðustu öld voru gert svona. En það er sérstaklega með Suður-Kóreu að það var mikið spillingamál sem kom upp í kringum þetta. En það er eitthvað með suður-kóreuska menning og eitthvað með þeirra sögur sem gerði það verkum að það var ekki þessi botnlausa svona óþarfa spilling á öllum sviðum eins og maður hefur síði kringur svona hluti annar staðar. Ég hugsa allir með svona þá á sínum tíma með hvort að suður-kóreuska módeli geti gengið upp á Íslandi og konsta þeirri niðurstöð að það svo er alls ekki og bara út af tilhengu Íslendinga til vinagreiða og nepotisma öllu tægi og spilling í pólitík og allt það. Það var einhver ótrúlegur ægi í Suður-Kóreu sem gerði það verkum að þessi fyrirtæki gátu vaxið ævindarlega menn fórnu lífið sinni fyrir fyrirtæki og það er ítandi þetta mjög tengt fyrirtækjunum og þannig gekk þetta upp. Og þannig er bara ekki alveg á Indlandi. Því að eitt er það að stjórnkerfið er miklu lélara heldur en í Suður-Kóreu. Það er miklu opnara fyrir alls konar spillingartengslum. Það er mjög pólitíserað einum stjórnmálaflokki sem er bara flokkurinn og móti öðrum flokkum. Þannig að fyrirtækir nótu gegn flokkum, ekki bara fyrir flokk og svo framvegis. Þannig að margt sem gerir verkum að þetta suður-kóreuska módel gengur alls ekki upp á Indlandi og er unni heldur til trafala efnaðslega vegna þess að þessi risafyrirtækja þau eru í öllu og þau ná einokunaraðstöðu, þau eru í öllu þessum það leiði til að gera.
og þau blómstra best það sem til einhvers konar fákeppni. Það sem bara 5 fyrirtæki sem með farsíma, bara 12 fyrirtæki sem búið til banka, þetta svona tryggingafyrirtæki, alls konar svona starfsemi sem það í, eða sem það beinleis mjög mikið opinberu leyfin til að byggja verksmiðjur, stálverksmiðjur og þess aftur. Og það er alveg blómstra og það engin sem getur keppt við þar. Þetta verður náttúrulega mjög förðuleg fyrirbrigði, bæði í Japan og Kóreu og eins og þú trýs á Indlandi. Það sem þetta eru fyrirtækja samsteypur sem eru eiginlega í öllu, eiga banka og eru í hráefnisvinnslu, eru í að framleiða neytendavörur, gera bara alls konar hluti. Já, getur ekki með Tata fyrirtæki sem nú þetta sérkennlegasta kannski. Þeir eiga Range Rover vesmiðunar í Bretlandi og Land Rover og allt það sem þessi luxusbíla framleiðslu þar. Þeir eiga stærsta stálvesmiðu Bretlands. Þeir eiga stærsta te-fyrirtæki Bretlands og eru stærsti te á Indlandi. Þeir eiga hótel út allt sem ég hef stundu gist hjá, þeir eru mjög fín hótel og þeir eiga þeir eru í efnaðinaði, þeir eru í stáliðinaði, þeir eru í bílaðinaði, þeir framleiða sín einn bíla undir einn vörumerki, þeir framleiða sjampo og tannkrem og þeir eru með verslunarrekstur, það er ekki til sá hluti sem þeir eru ekki. Og það er raunar, það góða við Tata er það að þeir gefa mikið peningu til góðgerðarmála. En það gerir hins vegar hvorki Ambani samsteypan, Reliance samsteypan eða Adani eða Mahindra eða þessi mörg stóru fyrirtæki sem eru líka í mörgum og hafa notið pólitískra velvildur, pólitísk reið og eru miklu persónlega sambandið móti og dýrka en algjörlega sem Guð væri. En þarna kemur aftur að öðru sem að ég tekið til allstaðar og það verður eins og bandalag einhvers konar milli þeirra allra ríkustu og þeirra fátækustu og vestmentuð og þetta getur við séð í Bandaríkjunum. Þetta sér á Indlandi það sem að því minni menntun sem í fylki, því hærra skorar móti, því fátækara sem fólki því meira fylki fyrir móti, en allir biljónarrættin og allir þeir ríkur með hún líka. Og þetta eins þannig að þú lítur á þetta í Bandaríkjunum þó að sé alls konar þekktir svona dæmur Hollywood og Silicon Valley sem á móti Trump eða annars líkt, það nú meira og minna þessi. Við getum líka sagt Rússland og svona. Þetta er eiginlega ólíkarkismin sem að það er eitt annað einkenni á stjórnmálum í allstaðar. Það er annars vegar þetta Make India eða hvað sem er Great Again. Og svo er það þessi ólíkarkismi, það sem eru þeir sem hafa orðið alveg ógnaríkir, ekki síst á tímum nýfrjálsíkjunnar. Og er erfitt að sjá á milli landa hvort það viðskipta ólíkarkarnir sem að stýra pólitíkinni eða er pólitíkin hluti af ólíkarka systemi. Akkurat en þetta netto niðurstaðan sérðu líka í því að þú fer land úr landi. Núna þess árið er ekki verið að kjósa í 50 ríkjum eða hvað. Þetta er stærsta, flesti sem að ganga til atkvæða í sögunni á þessu ári. Já, akkurat. Og sumstaðar er það bara fínt og sumstaðar er raunveruleg kosningabarátta og allt það. En ef þú lítur eins og vera á hvað kosið er þá er til dæmis mjög sjaldan matriði sem manni finnst að hafa verið til miðju 5., 7., 7., 8. áratugum síðustöld þegar voru að byggjast upp þessi vestrænu velferðarkerfi. Í hvaða landi til dæmis að tekist mest á segjum heilbrigðiskerfið eða tekjuskiptingu milli auðmanna og þeirra fátækari, stöðu þeirra fátækustu, viðkvæmustu á vinnumarkanum, alls konar, hvað er tekist á þetta? Þú nefndi Suður Kóreu hérna, það voru kosningar þar í gær eða niðurstöðnu komið morgun allavega og þar tapaði stjórnarflokkurinn og þar ég las bara eina grein raunar þessu kosningar, ég er ekki einhver sérfræðingur í því en það er mjög góð grein í asísku blaði það sem að verið velt upp helstu kosningamálunum og hver þau væru og þetta voru aðeins með engan hagsmun á því að vera að segja neitt rangt með það. Ég sá hvergi eitt einast orð þessi hefðbundnu mál sem allir með sósíaldemokrata eða sósíalistar eins og þú og þinn hópur myndi berjast fyrir. Já, eða bara það sem var stjórnmál eftir því sáruna 1950-1960 húsnæðismál Já, það var raunar styttingu vinnutímans barnagæslu, aukin kvenréttindi. Já, eina sem kom inn í þetta mögulega var eitt af 10 málunum hefði verið húsnæðismál ungs fólks. En eitt stóra máli til dæmis var og það einu sem tengdist efnahagsmálum að það var mikið verðbólga í matarverði, sérstaklega mikil hækkun og lauki sem er einstaklega kóreanskri matargerð og eitthvað mjög óþægilegt incident þar sem að forsetarnir reyndist ekki vita hvað verði á lauk var. En það sem meina það að þetta voru allt saman svona eins og kannski menningarmál frekar.
eða dægurmál eða einhver mjög sérkennileg mál fyrir þá sem búið utan við komandi samfélags. Og ef þú rýnir í sko land eftir land sem að kjósa þess ári, þá kemstu því sama. Þú sér ekki þessi almennu mál, þau eru ekki dagskrá. Og þá spyrir maður sig hvers vegna það? Hvernig úrskúpuna standur á þessu? Og það virðist verið þannig að vinstrimenn, svona hefðbundið sósíaldemókratar eða sósíalistar eða sá hópur, það sé ekki með góða sögu. Það sé ekki með sögu sem hann getur selt. Það sé ekki með eitthvað sem hangir algjörlega saman, sem er raunverulega það sem er brýnt fyrir almenning að takast á við. Og þá segir maður, hvernig óskapunni getur staðið til með sér landa eins og Íslandi, þess að sér þessa misskiptingu, þú sér óbóðslega spillingu hér í pólitík, þú sér bara reynd að rána, sko, ég ætla nú ekki að fara að tala um Íslandi, ég ger það heila aldrei, en sko hluti sem að líðast hér, sko, myndi ekki líðast mjög mörgum löndum austast í Austur-Európa. Þetta er bara spilt kerfi. Þetta virðist ekki vera samt aðalatriði kosningum. Nýja heldur virðist vera aðalatriði Þú tissa á því að svona óskalisti sósíalista frá 1960, akkur hann ekki í gildi en það í dag, sem að voru bara uppbygging heilbrigðiskerfisins, menntakerfisins, öryggt húsnæði, jöfn aðkoma, að maður geti lifa lífinu svona þess að vera... Takt eftir því þetta rættist meira og minna. Takt eftir því þetta rættist meira og minna. Við náðum mjög miklum árangri í öllum þessum málum. En síðan er búið að vera að svona skrúa þetta niður. Svolítið, já. Og hérna, en samt sko, minna það sem við erum að kvartundan hér og annars liti er náttúrulega lúxusvandamál með að við sko flest lönd. Það sem ég er eiginlega meira hiss á er það sem er minna til skiptana, að það er ekki verið að rífast um skiptin. Heldur eitthvað annað eins og hver er ég eða eitthvað... Kongressflokkurinn hefur allavega ekki svona góða sögu að mæta með. Nei, og Indlandi þá er þetta einhvern veginn ekki, það er kannski nóg af öðru þannig, en það er ekki neinn trúverðu sagði gangi frá stjórnaranstöðunum það bæta kjör almennings. Og það nú held ég meðal annars sko Indlandið er nú út af því að hvað sko flokkarnir hafa tengst óbáslega mikið sérhagsmunum ýmsu tagi. Þannig að til dæmis þeir sem eru raunverulega í vinnu, í iðnfyrirtækjum sem er skráð með ákveðnum hætti, sem er formleg atvinna, þeir eru mjög mikið réttindi. Þeir eru á há laun og þess að það er kallað labor aristocracy, verkamanna yfirstjætt. Þannig að menn segja ótt að tíðum að flokkar hafa, sko vinstriflokkar hafa lent í höndunum á slíkum hópum sem rauninni séu sérhagsmunar klíkur líka að einhver leiti. Þetta höfður ekki til alls almennings. En það vantar eitthvað bara í trúverðuheitin. Það vantar eitthvað í það að þú treystir viðkomandi fólki fyrir það sé raunverulega bak við þessu hugmyndafræði. Það raunverulega finnist þetta sem að það er að tala um. Það ætla að gera eitthvað í því og það sé ekki ofurselt einhverjum skrýtnum hugmyndum eða hagsmunum af einhverju tagi sem eru kannski einhverju leiti ósýnilegir. Þannig að lístum við svo á Bandaríki núna, hvað verður að rífast í pólitíkinni þar? Persónu Trumps. Póstureyðingar, ég er ekki séð þessi lítið mál, þú veist, en það meirist ekki mikið tala um heilbrigðiskerfið sem er í slíku ástandi að það myndi engin Evrópa þjóð láta bjóða sér þetta. Þú veist, varandi aðgang almennings að heilbrigðiskerfi eða kostna við það jáfnvel fyrir þá sem eru svona betur megandi. Það er ekkert ríki sem að sko ver, ég held sér 15-16% þjóðarframleiðslu Bandaríkjanna var í heilbrigðismál en kannski 6-7-8% í Evrópu. Og samt er útkoman út úr heilbrigðiskerfum Evrópu yfirleitt alltaf betur heldur en í Bandaríkjunum. Og kannski alltaf 20% Bandaríkjamenn sem hafa raunverulega engan aðgang. Og hérna, þannig að þetta er ekki mikið að dagskrá. Þannig ég spyr mig aftur og aftur þegar ég sé allar þessar kosningar, hvernig stendur það svo? Ég held ég geti haft einhverju skýringu, hverju dæmi fyrir sig, en það er eitthvað erfitt að finna þessa almenna ástæð sem lítur að vera fyrir hendi. Sem lítur að vera til, vegna þess að sumilitið að sjáum við sambærilega þróun stjórnmálana. Akkurat. Það er ansvari við stjórnmálum ólíkarkana er eins og það sé ekki komið. Nei, ég heldur raunar sko þessi make socialism great again. Já, þessi hallast helst að því er kannski sálfræðilegt en það er einfallega þannig að heimurinn hefur verið að breytast alveg óhemjulega mikið á síðustu 10, 20, 30 árum og hefur breyst miklu meira heldur en fólk ofta átt að segja á. Það er bara öll kerfi í heiminum eru bara önnur heldur en voru og þau virka öðruvísi og það er aðra hópar sem eru til staðar og hlutföld öll í heiminum eru allt önnur heldur en þau voru. Fólk svona veit að þessu og það líst ekki alveg á blikuna mjög við það. Þannig ég held að margir sem að sko styðja sterkamannin, það sé ekki endilega þeir sem að tapa miklu, heldur bara líst ekki á blikuna. Þú veist, það bara er vaða hjá alls konar fólk upp á dekk sem að, þú veist, var ekkert í ráður og
og þú sér til með síðan sko þessu óbúslega hræðsla við innflutning fólks sem að ég út af fyrir sér skil að vissu marki að fólk vil hafa loku landamæri og allt það og kontrollera hverju kom inn í landið og svo fylgir þetta rasismi manninum allstaðar í öllu löndum og maður sér hann ekki síður utan Vesturlanda heldur en Vesturlanda sjálf, maður er miklu meira, hann er miklu opnari rasismi við það utan Vesturlanda heldur en á Vesturlandum og þetta er eitthvað sem að vonast til að mannkynnið þroskist upp úr og allt það, þetta tekur allt saman tíma og það er eins og hlutinni bara hafa breyst of mikið og hratt völdin og hlutföllin og allt þetta fæst of mikið til þess að fólki sé saman það og þá ímyndar það sé til einhver sterkur maður sem er svöru við öllum útkoma svona trúðar eins og Donald Trump eða mjög kompetent populistar eins og Modi og Erdogan og Putin mjög kompetent menn allt saman og Xi í Kína en sem ég heldur að sé núna byrja að reka sig á það að það getur ekki einn maður stjórnað ríki. Það sem er sæmileg saga þessara manna er það að þeir komast til valda með því að vera vinur litlamannsins að geta mælt fram eiginlega stefnu þjóðarinnar, það sé betri leið að þeir eiginlega drekki það í sig og sjáu hvert á að fara, heldur að við séum að hafa eitthvað valddreift fjölbreytilegt lýðræði þar sem er bara verið að rífast og alls konar niðurstaða kemur upp sem að við viljum ekki fara í þessari sögu. Og ég grípa fram fyrir með það einmitt, vegna þess að sko það er ekki nóg með það að sé að vera að rífast, eða fólk sjáu fyrir sig einhvern hóp fólks að rífast sko ekki neitt, heldur lítur það á þessi samsari innan þessa hóps og þetta sé sama fólki alveg saman hvað flokkir að berjast fyrir. Það er stóri fara með samfélagið þangað þegar við viljum fara þangað. Stóri vandinn er þetta að fólk ímynda sér það að mjög stóri þessi valdakjarnar í öllum flokkum og öllum kymum samfélagsins sem að nái saman gegn almenningi. Og það trúverðu að við þetta sem sterð það að fólki bent á ræðu þú einhverju. Finnst þér að þú ráða hvernig þetta land er að fara? Er þetta í samræmi við þínur hugmyndi hvernig okkar land er að þróast? Þetta náttúrulega eru bara mjög einfalda og fólk svarar náttúrulega heiðarleika verðumina nei. Já, en þá kemur það en hvernig getum við leist það? Við skulum bara fara þá leið sem að Trump eða Modi eða Putin eða Erdogan býður upp á. Já. Það er eiginlega svarið sem að verða. Og það sem að gerist þá er að menn komast til valda og þá fara menn að kannski í þessu umboði að þrengja að því sem áður var byggt upp sem check and balances í ríkisvaldinu að dómstólar ætti að hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu og löggjafarvaldið með framkvæmdarvaldinu og svona og það er fyrir að veikja þetta og það er fyrir að veikja fjölmiðla og það er verið að fara að ná öllu undir þessa stjórna því að við vitum hvert við erum að fara þessa leið sem að leiðtoginn vísar. Hvað er Modi komið langt á þessar leið? Hann er komið óþægilega langt. Já. Þannig að það er embættismannakerfið er ekki það er erfitt að vera í þeirri stöðu allt í einu að fyrir að verja indvast embættismannakerfi því að það er aðeins afskræð með sig mann sjaldan séð gerspilt og einhvern veginn bara samsæri vilt aðlega gangu það bara láta hlutin ekki hreyfast það er svona lamað einhvern veginn fyrirbæri en tilfellið er að það eru sumt að þið virkaði og hann hefur að rífa niður þann hlutaði sem hefur eitthvað kontról á því hvað stjórnin gerir síðan er hann búin að gera það saman með dómstólan eins og gert var í Pólandi og Ungverjalandi og víðar að ræna þá hlutleysi og sjálfstæði. Háskólana hefur gert það þar og síðan eins og með háskólana og fjölmiðlana að þá er þetta sama fyrirbærið til að þetta eru þeir sem geta tjáð sig og fá byrt eftir sig. Og það eru og það hefur verið skrúað fyrir það, ekki með að banna þetta, heldur með það skrúað fyrir allir með fjölmiðla sem ekki eru hliðhollir stjórninni þeir náttúrulega fá sjálfsögju auglýsingar frá neinu opinberu fyrirtæki eða neinu stórfyrirtæki eða neinu sem er eitthvað þannig að bara deyja og varandi háskólamenn þá bara allt innan stendur frammi fyrir því þú ert ámenntur og deildarforseti eða þú ert bara stoppaður af eða mátt ekki lengur kenna eitthvað námskeið eða þannig að þetta er ansi víð og ansi mikið en það er mér finnst mjög erfitt að ímynda mér hafandi kynst mikið indverjum í gegnum tíðina og indverskum háskólum sérstaklega gegnum tíðina að mér finnst erfitt að ímynda sig hvernig einhver getur kontrollerað það vegna þess að það er einhver rebellion, það er einhver svo sterk hefð fyrir því að segja meiningu sína og fyrir því að standa á rétti sínum og leita einhvers vísindalega í indverskum háskólum að ég trú ekki að þeir muni rinja en sumir segir það sjá hvert það sem er að gerast
Ég veit ekki, ég ekki þarna og veit ekki hvað nákvæmlega er að gerast. Það er margir sem getur haldið fram að kannski háskólandir í Bandaríkjunum að þeir hefðu látið ásjá. Þeir hafa gert það. Þeir nú reknir fyrir að segja eitthvað sem að fjall ekki í takt við bara stjórnarstefnuna og aðrir náttúrulega þegja. Það eru hvert sem er rekin og þá náttúrulega 100 sem þegja bara. Ég held raunar sko að það er svolítið, þessi háskóli í Bandaríkjunum þeir og við að Vesturlöndu séð bara hafi fitnað mikið. Hafi haft allt og gott og það séðan alls konar hagsmunur innan þeirra og alls konar svona helgisleipja sem að tíðkast innan þeirra sem að er ekki, sko, sem getur ekki selt almenningi séð til framdrátt af sannleikanum í mannheimi. Þannig að ég talsað kritískur á sko, það er munur á því að þú rjúkir inn í Harvard og hrindir borðum heldur en að Trump gera það sko. Já, akkurat. Það verður alltaf verið niðurstaða þó svo að gagnrýnin sé geti verið sé geti verið rétt. Sumt af þeim sem að styðja Trump að sko gagnrýnin er rétt að það er ekki hægt að ganga endalaust til fólk sem að býr á riðbelti Bandaríkjanna og segja að þetta hlýtur nú að fara að koma sko að fara að batna þín lífskjör því að system á að virka þannig að þín lífskjör batni, þeir bara gera það ekki. Þannig að sömuleyti er það rétt sem að Trump segir, en lausnin hans er kannski ekki rétt. Nei, akkurat. Nei, það er og náttúrulega er sko það sem að bindur vonu við, einfallega, er það kemur alltaf náttúrulega í ljós sem leið og sterkir menn fá völd að styrkur þeir var fyrst og fremst frekja. Ekki kompetens. Þannig að það er bara frekikallin, þetta er bara fólk sem er viður uppi og er ekkert sérstaklega kompetent og kann ekkert veldur hlutana og svo kemur líin í ljós náttúrulega þegar það fyrir að reyna á þetta. Og það er það sem ég held að gerist með populista þannig að þetta smáum saman sést og ég held að þessi bylgja hún á endanum fjari út. En það er eitt sko sem ég held að viðbót sem við ekki nefnt sem að ítur undir þetta og það er ekki síður á Indlanda því þannig svona þess að við erum að tala í kringum hér og í rauninni samt sko Ísland og hvað sem er líka er það viðfangsefni í stjórnmálum það voruð flóknari og flóknari og þau eru nú svo flókin að það er ekki hægt að setja það fram með trúverðum hætti fyrir venjulegt fólk það er bara því miður, það er bara þannig sem þýðir það að þau oft á tíðum verða óskiljanleg það eru teknar ákvarðanir sem er mjög erfitt að útskýra en er samt fullkomlega góð ástæði fyrir og það verður sífellt meiri krafa það að hlutinni séu raunverulega unnir að einhverju sérfræðu og einhverju þekkingu og það gerir þá skapa tafir og það stoppar hluti og allt þetta maður sér þetta raunverulega svolítið mikið á Íslandi með löggjöf og annars slið hvað er hægt á öllu það er bara áberandi í íslenski pólitíka stjórnmálafólki kemur alltaf til okkar eins og hlutinni séu rosalega erfiðir það séu rosalega erfitt að leysa húsnæðisvandann ég veit okkur bara byggja ekki hús þú veist, ef maður spyr maður svara frá 1950 og 60 eins og þú veist að fara með okkur til þá er það bara þannig Jú, það var bara gert, ég er alveg sammála því og það er þetta er gert of flókið stótt á tíðum en viðfangsefni eru samt mjög flókin og þau eru þar ekki ótt á tíðum alþjóðleg glóbal og erum með einhvers konar vinkla sem að snúa að öðrum heldur en okkur og við verðum að fylgja með hvað er að gerast annar staðar og ef við bara brúkum bara munn við þá elendi sem við viljum ekki fara eftir þá þýðir það kostar okkur eitthvað annað og svo framvegis. Þetta hagsmunamat og þetta mat af því hvað er í rauninni eru erfiður og erfiðara en það og þannig ekki með þörsögnum það kallar alltaf sífellt meira á einhverja mjög einfalda menn og konur, með einfald fólk sem getur vílar ekki fyrir sér og er fyrst og fremst bara ósvífið. Það er eftirspurn eftir einföldum lausnum á flóknum vandamálum. Já, akkurat. Það er raunin sem er stóra vandamálið. Herðu, en Indland hérna því að heimurinn er að breytast og það eru bara stærða hlutvöldin er að breytast að hérna það er ekki svo langt sinna að Bandaríki voru 40% af heimsælgerinu, nú er það 20%. Það er umbreyting orðið í Kína og er að verða löndunum þar í kring. Við erum með stríð í Evrópu og stríð í tungarið Evrópu í Gaza, hryllilegt stríð og einhver leit er þetta svona það gerir stöðu vesturveldana og þá bara lesist Bandaríkin veikari og það svona er mikill athygli á BRICS og þar inni er Indland hafa heimsmálin að einhver leiti blandast inn í þessar kostningar í Indlandi? Já og nei, þau geða með þeim hætti að
fólk lítur til þess að Módi njóti mikill alþjóðlegrar viðurkenningar og hann hefur algjör snillingur í því að sviðsetja alls konar atburði sem að líta út í indversku sjónvarpi með þeim hætti að fólk sé bara að hylla hann. Það sé bara að streyma allir til deli í þjóðarleiðtogar heimsins, bara að hylla Módi og læra Módi og sitja eiginlega hans fótskor og svo tekið viðtölu við alls konar topp-einstelling og það bara klift úr þess að segja Módi sem gera mjög stór hlut og allt það horfa allir til Indlands og þetta ókritískt flutt í öllum fjölmiðlum stanslaust. Þannig að þetta áhrifað þýlið til að Indverjum fyrst núna, loksins sem fólk var að taka til Indlandi, loksins þessi niðurlæging nýlendu tímans og allt það og hún við erum að ná okkur af henni. Hins vegar það með utanríkispólitíkinu og það held ég að þetta sé þetta miskildasta með Indland. Ég sé aftur og aftur að fólk að spyrða saman Indland og Kína og Brasilíu og Suður-Afrík og einhver slík lönd sem eitthvað sameiginlegt afl í heiminu sem að sé að ógna Vesturlöndum. Indland myndi aldrei taka þátt í slíkum. Indland, ef það er eitthvað land sem Indland hefur mjög mikla fyrirvara á, þá það Kína. Það stóri kæmirétturinn til framtíðarinnar. Það stanslaust talað Kína við mann eins og ég var nefna á þannig að maður kemur þar. Það er menn mikla fyrir sér rauninni margt varandi Kína, það óttast mjög mikið að Kína sé að þenja sig út og annað slíkt, þannig að bandalag þeirra við Kína, að það snýst einhver snýst einhver svona tiltekinatriði, frekar að sé eitthvað almennt hugmyndafræðilegt bandalag gegn Vesturlöndum, það bara hreinlega ekki til staðar. Og Indland mun aldrei styðja Kína í einhverjum slíkum löndum? Nei, og ef BRICS tekur á sig þá mynda þetta sé einhver svona stór svar hnattarinnar suðurs við Vesturlöndum, þá bakkar Indland út. En að sömuleyti þá vill suðrið hafa eitthvað svar, eitthvað valkost á móti og að sömuleyti BRICS það. Það er rétt og ég var fyrir það ekki að vera eitthvað sem að ætlar að taka eða fara í einhverju átöku við Vesturveldina, þau verður að vera einhver valkostur annar heldur að vera að lifa alltaf undir í skugga þeirra. Þetta er mál sem búið að vera suðrið. Þetta búið mitt viðfangsefni lífin, þetta er mitt lífs viðfangsefni og ég skrifaði fyrir áratugum síðan bók London í suðri. Það sem var að lýsa þessu ójafnvægi í heiminum að þau hefðu ekki neinn völd. Það sem verður bara eins og að passa sjá er það að maður taka bara til þess Asíu sem fyrirbæri. Að Asíu er ekki til nema sem landfræðilegt fyrirbæri. Það er ekki til sem menningarlegt fyrirbæri, pólitískt eða efnahagslegt fyrirbæri. Það er svo gersamlega sundurskorið að því að menn ára kannski til Evrópu. Evrópa er bara eins og eitt land. Það er bara, við liðum á Indlandi. Hvað þá að fara síðan að bera saman Indland og Kína? Hagsmunir eru gjörólíkir og í tilviki Indland svo Indverjar hafa ekki spilað vel úr þessu, ég held að Módi hafi gert það betur heldur en margir fyrirhverjana, eins og með margt annað, að hann hefur einfallega spilað hlutinu þannig og mun gera það áfram og allir muni gera það sem taka við á honum, að Indland er bara að hugsa Indland og það er það eina sem er réttlætanlegt fyrir ráðamenn á Indland að hugsa að það er bara indverskir hagsmunir, oft tiltöluð þröngt skildir og það allir með segin ágætt fræðigrein sér lasum varandi hvers vegna Indverja væri að styðja Rússa í stríðinu sem er raunur ofsögum sagt því að Módi hefur gagnrýnt Pútín fyrir stríðið en hann ekki að taka þátt í viðskipta banni á hann. Eitt er það að þeir fá olíu með afslætti og það munur minna í indverska hagkerfinu sem flytur alla sína olíu. 20-30% afslátt með kaupanum frá Rússlandi. Hitt er það sem ég hef ekki komið auga fyrir landsgrein líka er það að það skiptir mjög miklu máli fyrir langtíma indverska hagsmuni að Rússland verði ekki algjörlega háð Kína sem er að verða smám saman. Þess vegna vill Indlandur rauninni að rækta Rússland og svolítið ekki samstöðu heldur samband við þau sem er tiltölulega auðvelt að því leið til að það er löng saga þar bak og kaldastríðin og allt það en gerir algjörlega kalt og algjörlega transactional þannig að þetta er bara spurning það að hafa heimil á því að myndist ekki einhver blokk Kína og Rússland sem að geti verið óþægileg fyrir Indland. Þeir eru í sífellt nánara sambandi við Bandaríkin Suðaustur-Asíu, ekki neitt annað. Þeir eru að reyna að hjálpa, þeir vilja fá aðstoð Bandaríkjana og vilja hjálpa Bandaríkjana. Þetta gerist svolítið gegn Japan. Ég veit ekki hvað fólk tók eftir því en það var núna bara fyrir fáundöfum síðan og Japanur og Bandaríkjana tilkynna nýtt hernaðarbandalag. Indland er óformlegur aðilega því svo langt sem að það nær í Suðaustur- og Austur-Asíu. Indland er engan á að hjálpa Bandaríkjanum í Afríku eða Suður-Ameríku eða í Miðausturlöndum eða neinstaðar. Það eru alltaf að stefna þar í öllum þessu löndum heldur Bandaríkin. En þeir eru tilbúinir að taka þátt í tilraunum Bandaríkjana til þess að hefta framrás Kína í Suðaustur-Asíu. Og þannig getur við farið með mála til mála. Þetta er allt sem er bara spurningum Indlanda. Þetta er ekki einhver blokk. Ég hefði sjálfur viljað sjá gjarnan að einhvers konar BRICS fyrirbæri
verða sem einhvern raunverulegan samstarfsvettvang þeirra sem ekki harma sinna hefna heldur umkvartanir gagvart því alþjóðakerfi sem hefur Vesturlönd byggu til í rauninni kringu sín eigin hagsmuni því alþjóðakerfi náttúrulega bara eitthvað sem búið þróast upp á nýlendu hagsmuni Vesturlanda, það ekkert annað. Vísu ákveðin efnislega breyting sem var því lók síður heimstyrjaldar en hún var samt á fórsendu Vesturlanda líka. En þetta gerist ekki, einfallega vegna þess að hagsmunir eru svo ólíkir. Og hagsmunir Kína og Indlandsins eru gjörólíkir og Rússland svona afgangsstæðið, eða ekki afgangsstæðið, svona skiptir miklu máli fyrir báða aðila en hvoru vil tengjast og það verður aldrei til með bandalag með Kína og Rússlands stöðugt. Kínverjar eru fullið tortrygging gagnvart Rússum og Rússar eru mjög tortrygging gagnvart Kína og eru konið mjög óþægilega aðstöð sem lítur að vera mjög vandræðileg fyrir Putin gagnvart mörgum í Rússlandi, hvað Rússland eru háð Kína. Þú lítur allmest Afríku líka, þú sér aftur þetta sama með að það eru Afríkuhagsmunir en ekki einhverjir suðurhagsmunir eða heimshagsmunir. Ef þú lítur á Brasilíu þá sér Brasilíu að styðja þetta hér og annar staður og svo framvegst að fyrst og næst verið að definera hlutin út frá einhverjum brasilísku sjónarmiðum. Og Brasilía mun aldrei verið neitt náinn bandamaður annara landa í þessu. Þannig þetta bandalag, ef maður lítur á þetta sem eitthvað valdabandalag, þá þetta andvana fætt. Ef maður lítur á þetta sem svona klubb sem kannski getur mynd á ákveðna staðreyndir það að fólki ekki á Vesturlöndum, fólki býr annar staðar, viðfangsefni eru ekki á Vesturlöndum heldur annar staðar, heiminu þarf að horfa þarna, þá það bara mjög gott. Framtíðin ekki á Vesturlöndum heldur annar staðar? Já, þannig að valdið ekki þarna en áhrifin getur einhver leyti verið þarna og því bara fagna. Við getum spekulurað þessar kostningar en það ekki að spekulurað úrslitin? Nei, það eini spenningurinn í úrslitunum þessi spurningum hvort að þessi gjörólíku ríki þarna í söður hluta Indlands, hvort það falla undir Módi líka og bara þetta Janata-flokkin. Módi hefur sagt sjálfur að hann ger ekki ráð fyrir ná meira hluta í þessum fylgjum en hann vil ná þokkalegri stöðu, góðri stöðu og að vonast eftir þó nokkrum fjölda þingsæta þar sem geti gert honum kleift að ná 2/3 meira hluta á þingi sem getur auðveldað alls konar hluti eins og með það ekki víðað úr heiminum. En nú aftur þá Indland, Suður-Indland í rauninni þessi framtíðin það þessi stórfyrirtæki þar, þetta eru alvöru fyrirtæki, þetta ekki klíkur í kringum reyna í öll og nota pólitíska fyrirgreiðslu og allt það. Þetta eru tölvufyrirtæki, þetta eru fyrirtæki sem eru á kafi alls konar hátækniðina, hugbúnaði og í engineeringu, í hönnun alls konar hluta í alls konar verkfræði hlutum í að framleiða hátæknivöru. Þau eru öll þarna meira og minna suður frá og í kringum þau hefur ekki orðið til þessi samskonar pólitísk spilling eins og kannski þessi fyrirtæki átti annar staðar. Ætlum við eitt af þessum fyrirtækjum sýningu heiminn lítill oft að mann í hvort að Wipro og Infosys það eru 2-3 stærstu fyrirtækjunum í hugbúnaðargeiranum í Indlandi að það eitt stærsti erfingin að því Rishi Sunak forsætisráðherra Bretlands gegn konuna sína því það tengdafæður hans stofnaði það fyrirtæki. Þannig að það svona en þetta með hvernig elíturnar eru frekar lítill hópur þannig að það ert í þeim að þá þekkjur alla. En Indland og það minnir líka á það að það eru 20 milljónir indverskra ríkisborgar sem búa erlendis og þeir eru í flestum þeim löndum sem búa og þetta kemur algjörlega óvart miklu hærri meðaltekjur heldur en er landinu sjálfu. Þannig að svo hópur í Bandaríkjunum eða þjóðhættins hópur í Bandaríkjunum sem hæsta meðaltekjur eru indverjar. Þeir eru með 2-3-faldar meðaltekjur Bandaríkjamanna. Þetta eru átt mentafólk sem er kosið að búa erlendis af ýmsum ástæðum, hefur sterk tengsl heim, beitið sér fyrir fjárfestingu þar og tengslum. Þannig að Indland svona það er mörguleiti djúp tengt inn í heiminn og á mjög mikla framtíð fyrir sér en maður bara vonar hún verði ekki eins erfið eins og sumt verið stefni í núna. Þetta er orðið á mikil framtrúin þar í tækni og framleiðslu. Sérstaklega gegnum Suður-Indland. Já, sérstaklega gegnum Suður-Indland og það er svona að segja áhyggjur af því að þeir fallandi móti líka það lækist sama dauðahöndin eða ekki dauðahöndin á martan. Það er svona pólitíski
krísa, þegar fólk þráir sterkan mann það eitthvað að. Það eitthvað mikið að. Herru, Jón Ormur, takk fyrir að koma hingað. Var ræðið Indland. Og við ætlum að fara frá Indlandi til Íslands. Það eru forsetakosningar framöndan og hér rétt á eftir kemur einn af frambjóðendunum. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, það eru forsetakosningarnar eins og því sem að fylgjast með, að við tekið eftir að þá höfum við verið að fá hingað að rauðaborðinu frambjóðandi til forsetakosninga, svona þá sem að við teljum vera næsta víst að muni ná 1500 meðmælendum og muni enda á kjörseðlunum. Kannski muni náttúrulega einhverjir bara að draga frambjóðsett tilbaka. Það gerist mjög oft í forsetakosningum. En ég hef rætt hérna við Sigríði Hrund og Arnar Þór, Ástór Magnússon og Höllu Tómasdóttur, Baldur Þórólfsson, Helgu Þórisdóttur og í vikunni að þá hafa hingað komið Jón Gnarr, Guðmundur Felix og Steini Nólína og nú komið að Ásdísi Rán. Velkomin. Bara takk fyrir að bjóða mér. Herðu, og takk fyrir að bjóða þið fram. Það línan sem við höfum hérna á rauðaborðinu, að við fögnum frambóðum. Já, bara það frábært, minnst það frábært hugsun. Já, leiðileysi umræða það að sé verið að kvarta verið fólk sem það bjóða sér fram. Já, það alveg rétt og mér finnst að allir eigi að hafa þann rétt á að hafa aðeila sem þeir hafa áhuga að kjósa. Já, og svo kýs fólk bara það sem það vill. Já, nákvæmlega. En ferð þú svona viðbrögð er fólk að kvarta við þig að þú setja að bjóða þig fram? Nei, alls ekki. Ég svona fengið mest góð viðbrögð sem mér fannst svolítið magna og þetta ég bjóst nú ekki alveg við því. Okkur ekki? Ég er bara kannski svolítið ólíklegur frambjóðandi. Þannig sé sko kannski ekki alveg minn bakgrunnur í pólitík eða eitthvað svoleiðis. Ekki að vera embættismadur. Ekki líklegur forseta frambjóðandi. Æðsti embættismadur þjóðarinnar. Já. Herðu, en af hverju viltu vera forseti? Ég held að ég sé bara komin á tímapunkt í mínu lífi. Ég er búin að vera í þjálfun sem er rosalega svipuð starfi forsetans síðustu 20 árin og ég held að ég geti látið gott að mig leiða. Ég er baráttu kona og ég er svona sterkar en flest allir kallmenn örugglega sem þú þekkir. Já. Nagli. Alin upp í sveit og ég held að ég geti algjörlega gert þjóðinni gott. Já. En þú segir að þú hafir verið í ykkur sem er svipað og forsetaframboð? Hvað er hlutverk forsetana starf hans, þú veist, 80% af hans starfi er að koma fram, góðgerðarsamkomum, ívendum, halda ræður, basically er meiri hlutin af hans starfi er að koma fram. Og það þarf að vera glæslegur, þú þarf að geta talað, þú þarf að geta haldið ræður, góðgerðarsamkomur og svo náttúrulega þarf að vera með kjark þegar á móti blæs og geta tekið erfiðar ákvarðanir. Já, þegar vald forsetans kemur fram að þá er það yfirleitt þegar það er ekki verið alltaf fram í slæmu ástandi. Hann eiginlega notar ekki vald sitt, þeir er aldrei í góðu, en svo þegar það verður stjórnarkreppa eða þingið samþykkir ykkur ólög eða eitthvað slíkt að þá þarf forsetinn að grípa til valdsins. Já, það er rétt. Og þú treystir til þess að gera það að því að þú ert nagli. Ég algjörlega, já. En það sem við förum yfir það sem að forseti gerir, þetta með stjórnundamynduna viðræðunar er náttúrulega, það er nú svona bara tildulega einföld verkstjórn. Ég veit ekki hvort að segja þetta telja það sé einhverju leiti flókið og ég heldur að það hafi aldrei verið deilt á það hvernig forseti hefur hegðað sér í því. En það er þetta sem að kemur að því þeirra öryggisventillinn sem að Ólafur Ragnar kallaði svo. Sérðu fyrir þér að þú munir vísa málum í þjóðaratkvæðagreiðslu sem að Alþingi samþykkir? Ef það er yfirgnæfandi óánægja hjá þjóðinni þá náttúrulega þarf maður að hlusta á það og já, ég myndi alveg pottþétt nota þetta en að sjálfsögðu þarf maður að vera umkringdur góðum ráðgjöfum í þessu starfi sem að leiða mann á réttan veg
en mér finnst það vera starfsforsetans að ef þú finnur alveg yfirgnæfandi óanægju meðal fólks þá þarfst að gera eitthvað í málunum. Já, svo að almenningu geti stoppað þingið. Já. Svo náttúrulega einhver mál sem kannski einhverju finnst bara eðlilegt að þjóðin ákveði frekar heldur þingið. Það bara deilumál, það mikil óanægja með það en það líka kannski mikil stuðningur og óvissa hvar það liggur. Líka þannig mál. Sum mál eigi bara heima hjá þjóðinni. Það alveg rétt. Við erum lítið land og við þurfum að hugsa það að allir séu sáttir og ánægðir. Það náttúrulega ekki rétt á öllum sviðum og það þarf náttúrulega að vera stjórn sem stjórnar þessu öllu en ég held að þurfa að vega og meta hvað erindið alltaf hverju sinni og ef þetta lítur út fyrir að þetta sé eitthvað mál sem að þjóðin eigi að leggja fyrir sér frekar heldur en þingmannir þá, já, mér finnst það rétt. Ég fengi hingað frambjóðendur og stundum hefur við farið svona út í það að þeir hafa verið að lýsa því að þeir telja sig hafa eitthvað svona sérstætt erindi. Það sé eitthvað ástand í samfélaginu sem þeir vilja adressa. Mörg hafa nefnt svona sundrung í samfélaginu eða skautun. Sumir hafa nefnt það að það séu hópar í samfélaginu sem að sjást ekki og taki ekki þátt í umræðinni, fátækt fólk eða sumir hafa nefnt innflytjendur og forsetið þurfi að vera forseti allra, bæði innfæddra og innflytjenda. Hvernig metur þú þetta svona samfélag? Hvert erindi forsetans við samfélag? Starf forsetans að vera þjóðhöfðingi og hann á að þjóna allri þjóðinni að sjálfsögðu. Og það alveg sama hvort það sé minnihlutahópar eða stærri hópar. Ég held að það sé stærsta starf forsetans. Stundum hluti þjóðurinnar þetta, en annar hluti vill hitt og það erfitt að vera sameining að takk fyrir þeim sem að vilja ekki vera saman. Þetta bara má líka sér við kannski foreldrastarf eða reka fyrirtæki. Þú verður alltaf að taka ákvörðun það og það svo gott fólk sem náttúrulega vinnur í kringum forsetan og það fólk sem að velur réttu útkomuna fyrir svona atvik. En á endanum það forsetinn sem að tekur ákvörðuna. Já. Það bara hans dómgreind sem að ræður niðurstöðunni. Algjörlega. Herðu, þú segir að hafa verið að undirbúa þig, eða þess að verið í starfi sem að góður undirbúningu fyrir úrstan. Hvað það? Ég hef verið að koma fram stanslust. Þú hefur verið svo mikið í erlendis, þetta spyr ég. Ég hef verið að koma fram stanslust sem sérstakur gestur á alls konar hátíðum, ívendum, fundum, hef verið að halda ræður, hef verið að markaðssetja Ísland stanslust síðustu 20 árin og okkur auðlindir, þannig að ég hef verið mikið í landkynningu og ég er mjög þjálfuð í að koma fram og ég þjálfuð í að gera flest allt sem forsetinn að gera. Fyrir utan það þá náttúrulega hef ég líka rekið alveg slatta fyrirtækjum og já. Þannig að þú hefur verið eins konar sendiherra Íslands. Það má segja, já, að ég haf verið svona óskipaður sendiherra á þess að þú kemur fram þá veit fólk að þú ert frá Íslandi. Já. Og spyrði land og þjóð. Já, ég er í mikið af stórum erlendum sjóasviðtölum, alls konar dokuments og útvarpsviðtölum og ræðuhöldum og þetta ég hef alltaf verið með brennandi áhuga á Íslandi og okkar hefðum og menningu og hef mikið verið að kynna það alla mína tíð. Og það myndi vekja athygli ef að Íslendingar myndu velja því sem forseta? Ég held að það því langbesta markasetningin fyrir Ísland af þessum frambjóðendum sem eru búið akkurat núna. Af hverju? Það því að þá erum við eiginlega gang út frá því að þú sést sérstök á einhvern hátt. Hvað það sem sérstakt? Þannig því svo myndi vekja mikil athygli að þú því góðsinn. Ég held að mínu mati á forseti að vera glæsilegur og hann þarf að vera getur sérstakum persónu töfrum. Hann þarf að geta heilla fólk þegar hann lappar inn og hann þarf að líta út eins og forseti. En þú lítur ekki alveg út eins og forseti? Ekki. Hefur þú séð erlenda konur sem eru forsetar? Ég get alveg lofa þér því að... Þú með sama hárlit og Ólafur Ragnar núna?
Já, það er rétt. Og svona sveip í öðru. Flestar drottningar og forsetar sem eru kvenmenn eru mjög glæsilegir. Já. En það nú glæsilega konur í frambúði. Já. Jú, það er allar bara rosa flottar. Já, Katrín Jakobsdóttir, Halla Hrund, Halla Tómasar, Steinunn Ólína. Já. En ég ætla ekki að byrja að leggja dóm á þær. Herðu, þú að þú sagðist vera nagli. Já. Hvað felst í því? Og alin upp í sveit? Það er svona bara fólk sem kann að tjá sinn hug og er ekki hræddur við álit annara og er ekki truflað með áhrifum annara og getur bara gert akkurat það sem hendar hverju sinni að hann, vandkvæði. Sjálfstæð. Já, sjálfstæð. Self-made man eins og Amerikanar myndir segja það kall. Já. Og ert þú þannig? Ég er akkurat þannig. Ert þú búið til þannig? Já. Og af hverju það? Hvaða eiginleikar það sem að þú hefur sem að veldur því að þú skapar þig? Ég held að það sé bara kannski minn ferill. Ég var þekkt mjög ung og það byrjaði náttúrulega mikið áreiti kringum mig bara eftir 17-18 ára aldur. Var mikið í blöðum, fjölmiðlum og hef verið alveg stanslaust síðan þá og þá bara lærir maður að vera sterkur og trúa sjálfa sig og halda áfram og svo er þetta líka bara spurning gen. Þú veist, hvort þú sért sterkur persónuleiki eða ekki. Ég er mjög sterkur persónuleiki. Ég læt fátt trufla mig. En þú har búið mikið erlendis, eins og reyndar annar frambjóndi, Guðmundur Felix, búið held í 13 ára í Lyon. Þú har búið mikið í Búlgaríu. Ég er búin að búa, ég bjó fyrst í Svíþjóð, Skotlandi, svo fór ég til Búlgaríu, svo var ég í Þýskalandi og Austurríki, svo var ég í Rúmeníu í ár, ég var eitthvað á Spáni, en svona með annan fótinn allan tíman í Búlgaríu, þannig að ég hef svona kynst öllum svona fjölskylduhögum í öllum löndunum og alls konar menningu og siðum. Þannig þú horfið kannski einhver leiti á Ísland utanfrá, getur það verið? Já, það getur alveg passað. En ég hef allavega mikinn og góðan samanburð af alls konar löndum og reglum sem gilda þar. Sumir frambjóðendur tala að vilja stuðla að því að gera gagn og gera þá gagn til þess að samfélagið þróast á góðan hátt. Eitthvað svona sem að þú leggur upp með, að vilja ýta undir tiltekna þætti í samfélaginu, halda kannski öðrum niðri? Ég held eins og við ræddum áðan, forseti er maður fólksins og er í forsvari fyrir allt sem betum að fara í landinu. Allt, ekki eitt. Að sjálfsögðu getur haft áhrif á, þú veist, þú getur látið ljósið skína og sett ljós á einhverju sérstakar hluti. Þú ert náttúrulega með vald sem forseti til þess að tjá þig og það er meira tekið markaði þannig séð sko, eða þú vilt kannski reyna að minnka fjöldan á innflytjendum eða bæta heilbrigðiskerfi, þá getur náttúrulega beint þínu ljósi á það. Það er alls konar hluti sem þarf að gera og bæta á Íslandi. Eins og Foster hafa gert. Eins og Foster hafa gert. Vigdís talaði landi, tungan, þjóðin, sagan. Já. Hún talaði Það mér finnst vanta svolítið á Íslandi svona íslenska menningu eins og ég hef tekið eftir, nú hef ég búið í svo mörgum löndum, þú veist, eins og í Þýskalandi, þá klæða allir sig upp í þjóðbúning, þú veist, við öll tækifæri, dansa. Veðurbuxur í Bæjaralandi. Já, og þeir eru með stóra hátíðir, í Búlgaríu líka, við öll tækifæri dansa í búningum, þú veist, búlgarska dansinn og þeir eru með alls konar vörur sem eru bara búlgarskar og maður sér þetta út út. Það vantar svolítið svona. Þetta er bara næsta bæ í Noregi að ef þú ert í 17. maí í Noregi, að þá mæta bara allir í þjóðbúningum og eða sem eiginlega ekki þjóðbúningar heldur eru héraðsbúningar. Þú getur séð bara hópa fólki og það er allir í sikkvorum sko búningnum eftir því hvaðan það er. Ég held að það þurfa að gera svolítið svona stemmingu, svona svolítið
íslenska stemmingu meira og sérstöðu. Auglýsa búningana og fánan og litina og vera með hátíðir og gera þetta svolítið meira íslenskt. En finnst þið þá við ekki nógu stoltaði stundum við tala að við séum í of svona belgingsleg, allt best á Íslandi, best í heimi? Já, það bara náttúrulega lítið land og fólk þarf að vera jákvætt. Við erum svolítið langt í burtu frá öllu. Við mættum vera svona stoltari og glaðari með að... Það má alveg búa til meiri svona menningu, íslenska menningu. Þú sagðir fjölda innflytjenda, það eitt af deilumálunum sem hafa verið í samfélaginu. Það hefur verið meila vaxandi undanförnum mánuðum. Það þarf að sjálfsögðu passa og gera ekki þessu og þetta kannski farið svolítið út í öfgar núna. Og þetta bara eitthvað sem þarf að setja betri reglur á og passa betur þannig að við lendum ekki í vandræðum. Og hvernig þá vandræðum? Það bara eins og þú lesið í blöðunum, þá alls konar hluti sem breytast og til hins verra þegar komin og fjölgun á innflytjendum til landsins og við erum of lítil til þess að kannski handla. Þannig að þú tekur undir það að samfélaginu standi ógn að fjölgun innflytjenda? Já, ég verð að segja það. Ég samt alls ekkert á móti innflytjendum eða neitt svoleiðis en ég bara að segja að það þarf að herða reglurnar á þessum málum, algjörlega. Þetta er mikið deilumál og kannski svona dæmi það sem eru svona flokkadrættir og þá með forsetansins sameiningatákn, það er ekki svona alveg gefið hvernig hann getur stíið inn í svona mál, það sem eru harðar deilur. Ég held að forsetinn geti gert lítið í þessum málum. Það er stjórnvöld sem þurfa að taka á þessu en eins og ég sagði, forsetinn er náttúrulega maður þjóðarinnar og líka innflytjenda og það þarf að hugsa þeirra hagsmuni líka, þeirra sem eru komnir. Þetta er bara spurning hvað göngum við langt í að hleypa mörgum inn í viðbót en þeir sem eru komnir eiga náttúrulega sem réttindi og við öll. Það sem að mun einkenna þessa kosningabróti líklega er frambúð Katrínar Jakobsdóttur sem náttúrulega kemur úr forsætisráðuneytinu. Það hefur ekki gerst áður. Það hafa verið fyrirverandi forsætisráðurar sem hafa boðið sér fram en það voru 18 ár sem að liðu frá því að Ásgeir Ásgeirsson var forsætisráðurar og þá hann boðið sér fram og 11 ár frá því að Davíð Oddsson var forsætisráðurar og þá hann boðið sér fram. Eða 12 ár. Hefurðu skoðun á því með frambúð Katrínar? Já, ég hef skoðun á því. Mér finnst þetta hálfskammalegt og mér finnst að forsetinn ætti að vera ópólitískur og mannlegur og ég held að það segir sig bara sjálft þegar manneski búin að vera 20 ár í pólitík. Allir hennar bestu vinir eru stjórnmálamenn. Allir í kringum hana eru stjórnmálamenn og hún er búin að veltast í þessum heimi stanslaust alla sólarhringinn í 20 ár. Hún er ekkert að fara að labba út og vera allt í einu manneskja sem er að fara að hugsa hagsmuni þjóðarinnar í forsetastarfi. Að sjálfsögðu er hún að hugsa hagsmuni þjóðarinnar sem stjórnmálmaður en að labba úr þessu og hvað gerist svo þegar að hennar bestu vinir koma með blöðin og ætla að láta skrifa undir og klóra í bakkan. Heldur að hún sé bara að fara að segja nei, Bjarni minn, ég ætla ekki að skrifa undir þetta fyrir þig. Við vitum það alltaf ekki. Við vitum það ekki. Hún er hápólitísk og hún er bara, mér finnst hún bara algjörlega ekki hæft til þess að vera forseti. Og þannig er það þá að við erum með pólitíska elítu sem að ræður sínum ráðum og myndar ríkisstjórnir og vílar og dílar í einhverju bakarvíkjum til þess að halda utan eitthvað stjórnmálastéttin. En þið finnst að forsetaembættið eigi ekki að tilheyra þessum hópi? Já. Það þarf að vera óháð. Út af því að forsetinn er að fara að bjarga þjóðinni á ögur stundu. Hann á að vera ópólitískur, mannlegur og bara flottur fulltrúi Íslands á alþjóðavísu. Algjörlega ótengdur stjórnmálafólkinu og ríkisstjórninni. Þannig að hættan sem að stafa... Og bara það líka eins og Baldur, ég meina Baldur er stjórnmálafræðingur, hans helsta áhugamál eru stjórnmálamenn, hann er búin að
vefjast í þessu allt sitt líf og dýrkar og dáir stjórnmálamenn og stjórnmál yfir höfuð. Hann labba beint, hann alltaf pólitísku til þess að vera forseti líka. Hann nú stundu verið að gagnrýna stjórnmálastéttina einhverju leyti? Já, en þú veist, þetta samt hans áhugasvið og hann veit, þú veist, 80% af allir sem hann veit stjórnmál. Þannig að þú ert eiginlega svona á línu að forsetin eigi að vera svona, frekar svona úr menningunni eða úr samfélaginu. Kristján Eldjárn, Vigdís Finnbogadóttir. Já, Vigdís glæsilega fulltrú óháð. Var leikhússtjóri held ég þegar hún var ráðin sem forseti. Já. Ég held að hún hafi hætt þarna einhver tíma, hún hafi varðað áður sko. Svo vorum við frönsku kennslu í sjónvarpinu, ég svo gamall að ég man eftir því að hún kom, að þá var sjónvarpinu náttúrulega bara örfáir klukkutímar og þeir sem komum fram í sjónvarpinu urðu svo frægir. Það átti líka um Kristján Eldjárn, hann var með sjónvarsþáttum muni og minjar minnum að heita, kom með eitthvað svona muni og fór að tala um það. Já. Og var þetta er bara menningarlegt fólk. Já. Flott og glæslegt fólk og Vigdís stóð fyrir sínu, hún var alltaf rosalega fín, flott, bara svona mannleg og róleg típa, yfirveguð og gerði þetta bara glæsilega. Já. En hún stóð líka tröstu fótum í því sem að var á þeim tíma kallað íslensk menning og þá var það að það voru fornsögunar okkar og það var ljóðin og það var svona íslensk menning með stóru emmi. Nú ætla ég að taka menninguna eins og ég sagði áðan og gera hana meiri, taka hana upp á annar level. Þjóðbúningarna, siðina og allt þetta þarf að sjást meira, að vera meira sýnilegt. Alþýðlegri menningu. Já. Og svona þú ert mikið á svona samskiptamiðlum eða ekki? Jú. Þú ert ekki mikið á RÚV í ríkisútvarpinu eins og Vigdís? Nei. Nei, ég held að RÚV hafi ekki skrifað mig eina grein síðan að ég byrjaði framboði. Já. Akkur heldur það sé að þú sért ekki nógu fín? Allir ég sé ekki nógu pólitísk fyrir þá eða ekki nógu fín. Það er spurning. Þeir eru náttúrulega vel tengdir inn í pólitíkina. Einhvern veginn þá skynja maður að þú upplifir að sko samfélagið er alls konar en svo er svona hluti af því sem er kannski stjórnmálaelitan og einhverju sem að stýra svona dagskrárvaldinu í RÚV sem að eru svona kannski ekki að fjalla allt samfélagið, heldur bara lítið hluti. Þetta er bara fjölmiðlavald sem er stjórnað af pólitíkusum og valdafólki og það er bara svo augljóst og hægt að sjá það hver er með hvern og hver er bak við hvern núna í þessari forsetabaráttu og það er bara, þetta er eins og sirkus að horfa á þetta, þú veist RÚV með þennan, MBL með þennan þú veist, þessi með þennan og þetta er allt bara, þetta er svo auðvelt að heila þó fólk til þess að kjósa einhvern, allir kjósa Baldur, bara póstum greinum hann hvað hann er æðislegur hér og hér og fólk einhvern veginn bara svona heldur það og það kannski hefur ekki sjálfstæða skoðanir að það eigi bara kjósa þennan eða Halla út að hún er valdamikil businesskona búin að vera erlendis og þá hlýtur hún, þú veist, það komu nokkra greinir hana sem segja þetta og hitt. Þannig að þetta er bara smá saman heilaþáttur af fjölmiðlum. Það eru svolítið veis að tískan er þannig. Allt í einu verða útvíða buxur í tísku, allt í einu að þú komin í útvíða buxur og veist ekki takk fyrir. En þetta tíðkast allstæðar í heiminum. Nú er ég búin að vera í fjölmiðlum í 100 ár og ég veit alveg hvernig þetta er. Og þú veist, ég vil bara hvetja fólk og almenning til þess að vera með sjálfstæða skoðun, ekki láta blekkjast af fjölmiðlum út af það er ekkert allt satt og rétt sem að þeir skrifa. Þeir eru bara að spila fram sínum mönnum og bara eru semst að íta undir að einhverju aðilar séu kostnir eins og Katrín er náttúrulega með gífurlegt vald og hún er með alla pólitíka svona á bakvið sig líka sem eru með alla vini sína líka út að Bjarni þarf að komast í þessa stöðu og hún fyrir hérna stöðuna og við erum að tala þarna að hún er með
massíft og gífurlegt tengsla net til þess að verða forseti 1, 2, 3. Það eiginlega bara allir þingmenn sem hafa verið spurðir hafa eiginlega lýst yfir stuðningi við hana. Þetta er eiginlega mjög athyglisvert. Já, það er náttúrulega kannski hlýtur að vera út af því að þeir vilja losna við hana af þinginu og fá hana þarna á Bessastaði, hafa hana einangrað þar út á Nesi. En hún er búin að segja þessu þingmennsku, þannig að það er eiginlega, þeir eru búin að fá það. En getur hún labba beint aftur inn í stjórnmál? Mér hlakka til að sjá það ef hann tapar, hvort hann getur labba tilbaka og bankað hörðuna og sagt en ef að moggin er á bakvið einhverja frambjóðendur og RÚV og bakvið aðra og svona valda miklu hópar, hver er á bakvið Áslaugu Rán? Ásdísi Rán. Ásdísi Rán fyrir Sko, DFF hefur verið alltaf rosalega hlýðhólli mér, þannig að ég get alveg treyst á það og þeir eru ekkert eitthvað að representa með neitt svoleiðis en ég sé alveg að þeir eru miklu svona meira líbó í þessu málum. Þannig að þú ert svona persóna í íslensku samfélagi, það sem að RÚV bara segir aldrei neinar fréttir að þér. Reynda vísir líka þeir hafa ekki, en þeir hafa samt útilokað með úr skoðanakönnunum alltaf. Nú? Kannski að segja það fyrst. Ég mæltist rosalega há í 2 könnunum, var bara í topp 5. Í svona það sem að fólk kýs svona. Já, og svo var ég bara útilokað úr öllum könnunum eftir það. Bæði hjá Reykjavík Síðdegis, Gallup og maskínu þannig að ég hef ekkert komið í könnunum. Varst þú ekki inn í maskínu það sem var spurt? Fyrstu könnunni, ekki síðastuna. Nei, ekki. Og hvernig meldist þú? Fyrstu var ég með mjög gott. Þannig að ég veit ekkert hvernig ég mælst í dag og það ég hef ekki fengið að vera með. Ok, þú ert þá svona það sem er kallað svona outsider í frambúði. Það er oft gott, ég held að þessi meirinn helmingur allra kosninga á Vesturlöndum á undanföllum árum þá hefur eiginlega sá sem er outsiderinn unnið. En það er náttúrulega margir kannski sem gera tilkall til þess í þessu kosningum. Það er eitt sem er áhugavert. Það minnst líka áhugavert ef það er þannig að DFF segir fréttir af Ásdísi Rán. RÚV aldrei. Þó svo að þú sért sko ég meina þú ert ef maður ert að meta svona frægðarstig þá er þú með frægðarstig kannski ekki á við Katrínu Jakobsdóttur en líklega, og kannski ekki Jón Gnarr en líklega alla aðra. Hvernig stendur á því að hvað er við persónu þína að þú ert tilheyrir heimi DFF en ert ekki til í heimi RÚV? Ætli þú erður eiginlega að syngja þangað bara að spyrja ég var alveg til í að heyra svarið við þessu. Ég gerir mér enga grein fyrir því en þeir kannski er ég svona intruder á þetta svið og ég er ekki talin nógu mentuð eða hæf fyrir þetta starf. Ég veit það ekki, það er bara einhver hut þetta sem ég er að segja. Þú hefur verið að gera alls konar hluti, þú ert fræga. Ég er þyrluflugmaður, ég er alveg vissum að það sé erfiðara heldur en að vera forseti. Ertu þyrluflugmaður? Já. Og með próf? Ég með próf. Á 3 ár gerðir að þyrlum. Þú bara prívat? Já. Það er svo Ástór Magnússon, hann átti svo mikið af flugvélum þegar hann bauð sér fram hérna fyrst í fórsta. Og það er ekkert grín að læra það að vera flugmaður. Nei. Og sérstaklega ekki þyrluflugmaður, það er ennþá að vera heldur en að vera flugmaður. Þú veist, ég þarf ekki að sanna mig, ég hefur ekki fjöldan allana fyrirtækjum, ég er búin að skrifa bók, ég var fyrst á Íslandi til þess að framlega eigin snirtivörur undir mínu eigin nafni. Ég rak umboðsskrifstofu í mörg ár, var að stjórna alls konar viðburðum bæði hérna á Íslandi og út í heimi. Ég hef verið að framlega mikið að sjóasefni og eins og ég segi verið svolítið fulltrúi Íslands á alþjóðavísu út allt. En getur það þó ekki verið að þessi síðu tekið markaður af því að þú ert kannski þetta ég er sætt. Ljóska. Já. Ljóska, það getur verið málið. Mögulega. Er þetta bölvun ljóskunar? Bölvun ljóskunar, já það er alveg sem hvað hún gerir, það er aldrei almennilega tekið markaður. Já, á ég að lita háraða með dögt það. Fyrir kosningarnar. Þú þekkir það að konur sem er á framabraut að tala með dýpri röddu. Það tengist. Og Margaret Thatcher og marga fleiri sem hafa reynt að tala svolítið meira eins og kall vegna þess að það er svo erfitt að vera kona í kallaheimum. Það er bara stannit. Já, ég jú, en þetta á nú að vera búið. Ég held að ég sé nú búin að sanna mig nógu mikið til þess að geta verið
fullfær að gera svona hluti. Er Jón Gnarr meira menntaður en ég meina hann gamanleikari og uppistandari. Hann ekki þyrluflugmaður, hann ekki búin að reka fullt af fyrirtækjum. Nei. Katrín Jakobs, hún búin að vera lokuð inn á skrifstofu allt sitt líf og skrifandi pappira og hugsa stjórnmál. Hvað hún búin að búa út allan heim og Hún hefur skrifað Reyfara með öðrum. Já. Hún bókmyndafræðingur, eða ekki? Og íslensku fræðingur. Ekki hugmynd. Það íslensku ráðunautur á ríkisútvarpinu, áður og fór í pólitík. Þannig þér finnst margir hafa svona frekar einsleita. Hvað finnst þér það að Katrín Jakobs fara á Bessastaði? Ég trúi þess aldrei, sko. Ég satt þetta við að borða og sagði, nei, það bara getur ekki verið. Það mér finnst þetta svo frálegt hugmynd. Þetta svona smá svik, finnst mér. Já, svo bara horfa aðrir. En hún búin að gera sína vinnu mjög vel og í sínu starfi og mér finnst það óskiljanlegt að hverju hún stígi niður í svona frekar valdaleg starf með það sem hún hefur verið í. Já. Það skrítið að hún var í stöðu þar sem hann gæti haft mikil áhrif á samfélagið. Já, hún kýsa fyrir stöðu þar sem hann hefur verið að minni áhrif á samfélagið. Já, akkurat. Hún að fara í svona frekar valdalösa stöðu með við forsætisráðherra. Þannig að það Herðu, Ásdís, af því að þú ert með þyrluflugmaður sem ég vissi ekki. Segðu okkur aðeins frá hvað þú ert búin að vera að gera. Að þú ert búin að segja að það hefur verið í gjótt bækur og framleitt sjónvarpsefni. Hvernig segðu okkur aðeins frá þessu. Það eitthvað fleira sem að þú dregur upp Það svo mikið sem ég hef gert, það bara erfitt að muna þetta allt, sko. Ég hef verið svona allt mögulegt manneskja með hendurnar í öllu. En hef svona verið að vinna mest í svona spotlightinu og í svona stöðu eins og ég sagði að koma fram og stjórna eventum og samkomum og halda ræður og svo ég náttúrulega fyrirsæta. Það hefur verið mín svona helsta grein. Meðfram öllu þessu ég alin upp á Egilsstöðum og í sveit flutti til Reykjavíkur því ég var unglingur. Byrjaði bara einfalt í hárgreiðslu og fór svo og tók viðskiptaskólann og útskrifaðist þar einu hæstu. Og í kjölfarið þá stofnaði ég umbúðsskrifstofu og svo fór ég út í það að framleiða mínar einvörur sem voru bæði snertvörur, föt, alls konar varningur undir mínu nafni. Ég var náttúrulega að vinna í mörgum löndum á þessum tíma og meðfram því ég náttúrulega alltaf að koma fram sem fyrirsæta og ég var vel þekkt í allri Evrópu og var að ferðast mikið og var svona alveg gjaldgengur fulltrúi í Ísland allstaðar og það ég flest allir spyrja mig Ísland. Það stór hluti eða stærstu hluti af öllum spurningum sem ég fæ í öllum viðtölum út allt Ísland. Þegar vörumerkið þetta Ísland, ég náttúrulega ísdrottningin þannig að fólk rosa áhugasamt Ísland. Mætti ekki segja að þú hefur eiginlega verið áhrifavaldur áður en að það hugtak varð almennilega til? Eiginlega undan þinni samtíð? Langt á undan minni samtíð, jú. Ég var það. En nú svona tími fyrir mig bara að fá mig kaffi og horfa út gluggann á Bessastöðum og líta yfir farveginn og byrja að þjóna Íslandi. Þóttu sett þessu vön, þá ertu að fara út í kosningabaráttu. Hvernig ætlar að heyja þá kosningabaráttu? Herði, þetta nú búin að vera svona smábarnaleikur hjá mér hingað til út að ég hef ekki verið að eyða neinum peningum og ég ekki með markast tím á bakvið mig, ég ekki með maskínur eða PR-fulltrúa eða neitt, sko. Þannig að ég hef bara verið að svona dútla mér í þessu ein með systkinum mínum og svona vinafólki sem hefur verið að ráðleggja mér. Þannig að þetta var svolítið hvatvísi hjá mér að detta inn í þetta og ég svona
er bara búin að vera að gera þetta svona smá saman en núna er eiginlega komið að því að ég fer að detta inn í alvöru baráttuna. Þannig að nú þarf ég bara eiginlega að óska eftir fólki sem hefur áhuga á því að ganga í lið ísdrottningarinnar. Þú veist, það verið hvatvísi á eiginlega svona tekur ákvörðunna og svo kannski líða vikurnar. Tók ákvörðunna án þess að hugsa. Á þess að þú veist, að væri reyna búin að sætta þig við hana inn í þér. Stundum vera þannig að maður er hvatvís og maður tekur ákvörðun og svo bara fattaði maður eftir 2 vikur að þetta var kannski ekki alveg rétt ákvörðun. Þessi venst vel eða eitthvað? Já, ég hugsaði þetta þannig að ég var bara búin að fá svo mikið af fyrirspurnum og ég var svona með það var svo mikið af fólki sem var áhugasamt að ég myndi gera þetta og ég hugsaði bara ok, þetta er örugglega í síðasta skipti sem almenningur getur búið sér fram og kannski kona eins og ég út af ef þeir eru að fara að breyta lögunum undirskriftinnar þá er það ekki fyrir eðlilega manneskju að bjóða sér fram eftir 4 ár. Þú veist, þetta er mjög erfitt að safna þessum 1500 undirskriftum. Þannig að ég segi bara, ok, ég ætla að slá til. Fyrst það er svona mikið af fólki sem langar til þess að gefa mér meðmæli, þá ætla ég bara að skella mér í þetta fyrir þau, fyrir minn hóp, fyrir hópin sem ætlar að kjósa mig. Og fyrir mér er þetta bara, myndi ég segja, skóli. Og ég er að læra rosalega mikið út að ég hef kannski ekkert verið tengt við pólitík áður. Og hef lítið verið á Íslandi þannig að ég er að tengjast í Íslandi vel og ég er að læra fullt og kom með náttúrulega smjörþef af íslenskri pólitík núna og ég er rosalega fljót að læra þannig að ég á eftir að vera mjög góð á þessu sviði í framtíðinu, hugsa ég. En fólki sem var að hvetja þig og vildi að þú byrði forseti, akkur heldur það hafi verið? Fólki finnst ég bara vera flott í þetta starf. Það vill hækka kannski aðeins levelið af glæsileika á Bessastöðum og vill gera forsetaembættið aðeins svona meira fancy eins og ég myndi segja. Og hvað er fancy? Er það dýri bílar og pelsar? Hvað er fancy? Það er bara svona kannski aðeins glæsilegri fulltrúi. Hvað er glæsileiki? Það eru persónutöfrar, þú sérð alveg glæsileika. Þannig að þú ert ekki að tala að skreita þig með einhverjum... Já, ég er búin að segja þetta í mörgu viðtölum að ég ætla að taka þetta upp á annað level og kaupa glæsilegri bíla og vera skreitt demundum og gulli og setja þyrlupall fyrir utan Bessastaði definitely. Þannig að við myndum heyra það að Ásdís Rán væri að fara eitthvað. Já. En heldur það að það sé eftirspurn eftir þessu í samfélaginu, að þessi meira svona bling á Bessastöðum? Það virðist verið það. Allt þetta fólk sem er á bak við mig, það allavega sér mig fyrir sér í þessari stöðu og það er bara gott að blessa. Það virðist verið alveg ótrúlega mikill fjöldi sem finnst þetta góð hugmynd. Ég með fólki sem misjamt, ég menna akkur ættir að vilja gamanleikara sem forseta. Þú veist, akkur ættir að vilja kona sem mig. Völdur svoleiðis, Selenski. Já. Maður fólksins. Bandaríkjamenn völdu þessum að manna þessum að við leikið Gúreka, Ronald Reagan. Leikarar það var sem náðlund. Ég hef líka verið að leiki bíómyndum, þannig að ég er líka leikuna. Þannig að ég er allavega að geta ýmislegt, sko. Það þurfa að koma í ljós. Stundum er eins og, ef maður horfir yfir söguna, þá er eins og þjóðin sé svolítið ólíkindatól. Hvers konar forseta hún vill? Já, ég hugsa að þetta ég eftir að breytast svolítið núna en alltaf vera að spila alls konar spilum í fjölmjölum, láta lítið út fyrir að þessi sem er mikið fylgi og hinn sem er mikið fylgi. En svo náttúrulega kemur þetta bara allt í ljós þegar fólki fer að kýs 1. júní. Já, kannanir og sína nú eitthvað, en það er svo sem verið dæmi það og það er skýrast að dæmi Halla Gunnarsdóttir sem að mældist með bara 1,7% Halla Gunnarsdóttir? Nei, Halla Tómasar mældist með 1,7% held ég bara rúmum 2 vikum fyrir kostningar eða 3 vikum síðast endaði með 28 síðast, já. Það er svona dæmi að kannanir eru að ná ekki utan einhver sveiflu sem er í gangi.
Þú veist, eins og hjá mér ég með rosalega stóran hóp sem ungt fólk og það ekki fara inn á fréttamiðla, það ekki að taka þátt í könnunum og svona ósýnilegt og ef þetta fólk ákveður að fara og gefa sitt atkvæði þá ég, þú veist, höfildast mitt fylgi. Já. Það líka ólíklegra að mæta á kjörstað. Það ólíklegra að þau nenni að klæða sig og fara og kjósa. Nema þessi eitthvað spennandi í boði. Og þau myndu kannski leggja á sig að gera fyrir mig. Herðu aðeins glæsileikann, af því að eitt af því sem hefur verið sagt Gunnar T.H. að hann hafi gert þetta svona alþýðlegra og þá það með því að vera með buff eða Þú ert ekki hrifin af og sumir af frambjóðunum hafa talað að gera raunverulega forsetaembætti alþýðlegra. Sumir þetta tónnin hjá Jóni Gnarr og Steinunni Ólínu. Það þurfum eiginlega að taka embættið niður á jörðina. En þú eiginlega vilt bara... Ég vil lyfta þið upp. Já. Ég veit ekki hverju þú ættir að taka forsetaembættið niður á jörðina. Forseti og hann á að líta út eins og forseti og vera stoltur og vera flottur fulltrúi, hann á ekki vera einhver sveitalöpi sem að lappar inn og hittir fullt af alþjóða höfðingjum skiluru og líti bara út eins og einhver sveitalöpi. Það bara meikir ekki sens. Sömu finnst það einmitt að ef að ég bara alþjóðumadur og lifi fábreytilegu lífi, þá finnst mér alltaf lagi að einhver slíkur getur verið forseti. Það þurfi ekki alltaf að vera einhver sem að... Finnst þér það? Ég að taka dæmi. Og það hafa verið kosnir forsetar, það var nú forseti í Úrúgvæ sem að vera einhver alþýðlegur gamalt kall og kerðum og fólksökabjöllu. Það eru skipta skoðanir á þessu. Ég trúi því alveg að sumir vilja hafa einhvern alþýðulegan forseta. Þú vilt drottningu? Ég vil drottningu á Bessastæði. Makar hafa verið í einhver leyti, ekki mikið. Það eiginlega bara einn maki sem hefur verið mjög ábyrjandi í kosningabartunum sem Felix. Og það eiginlega talað Baldur og Felix í frambóði. Jón Gnarr hefur talað sína konu og Katrín hefur sýnt sinn mann sem hún gerir yfir þetta ekki. Þannig að augljóslega mun hann koma einhver leyti verða sýnilegur. En einhver svona Felix í þínu lífi? Já, ég á kærasta og frekar nýlegan kærasta. Við erum búin að vera saman í einhverju 9 mánuði eða eitthvað svoleiðis. En ég ekki að fara að spila fram maka fyrir forsetaframboð. Mér finnst það ekki einkenna sterka konu að þurfa að spila fram upphefja sjálfa sig með maka eða börnum. Mér finnst alltaf jafn kjánalegt þegar fólk að posta einhverjum glansmyndum af börnunum sínum og makanum sínum til þess að líta út fyrir að vera eitthvað klárari eða betri. Hvað það verið að segja við almenning ef þú átt ekki einhvern NASA verkfræðing sem mann eða börnin sé ekki með í öllu og líti út eins og barbitúkur, þá ert þú ekki nógu góð. Kannski fólk að sína þau sér svona mannlegri, sér bara venjulegt fólk sem á maka. Já, þetta ekki að sína venjulegt fólk, þetta yfirleitt mont. Það einhver að monta sig að reyna að upphefja sjálfa sig með rosalega fínum börnum, rosalega fínum maka. Og þeir halda það að sé þeirra í hag. Og ég menna, sjálfsögðu, það alveg fallegt. Ég get alveg gert það. Börnin mín eru bara stórkostleg, mjög glæsilega og flott og eru fullvaksta eins og ég segi. Yngsta barnið mitt 17. Og þau eru bara flottir fulltrúar til þess að vinna þetta starf með mér. En ég hef ekki áhuga á að prómótera þau í blöðunum fyrir mig. Og hefur ekki gert það í þínum störfum? Ég hef ekki gert það, ekki menn og ekki börn hinga til. En kannski við rættum þetta núna vegna þess að svona makar forseta hafa orðið svona Elisa til dæmis hefur spilað stórt hlutverk á þessum 8 árum sem að Guðni hefur verið forseti og þar áður vorum við með Dorrit sem aldrei strótning og Guðrún Katrín eiginlega. Það var eiginlega Ólafur Ragnar sem að breyta þessu. Ég held börni mín þau eru 26, 19 og 17. Þannig að alveg svo Ólafur Ragnar var með dætur sínar sem syndu alveg fullt af störfum og gerðu flotta vinnu. Ég hugsa að börni mín verði að tæki þátt í þessu
Hvernig tóku þau í það þegar þú lýstir því allar í frambóð? Þeim fannst þetta bara rosalega skemmtilegt. Þeim finnst það sko og kæristu minn líka, hann alveg full færum að vera kæristu minn í forsetastarfi. Já, byrjum ekki með það. Herðu, Ásdís, þetta verður spennandi kosningabaráttu. Ég held að hún verði mjög söguleg og snörp. Þetta verður fjörug, það er líka breytt svona fjölmiðlaumhverfi, þetta var kannski áður. Fólk oft svolítið að tala að þessir umræðu þættir á RÚV skipta ykkur máli. Ég held að það kosningabaráttu verði fram í alls konar miðlum. Þetta náttúrulega fyrir svolítið eftir, þú veist, eins og nú ég ekki að spila með fjármagn til þess að auglýsa sjálfa mig, meðan allir aðrir að posta 1.000.000 króna auglýsingum hér og þar og út allt. Já. Þannig að kannski fyrir mig þá snýst þetta meira að koma fram og spjalla og láta sjá mig. Og ég náttúrulega, þú veist, á lítinn sjans í þessa kosningabaráttur hjá hinum. Út af peningum? Út af peningum, já. Friðjónsson sem var kosningastjóri Guðna fyrir 8 árum, hann var svona að reyna að meta að það myndi kosta svona kannski 50 milljónir. Gerði almennilega. Já, ég trúi því alveg. Ég er náttúrulega langt eftir í þessu en ég ætla samt að taka þátt og gera þetta eins líflegra og skemmtilegra og ég get allavega ég býð mig fram fyrir þetta fólk sem er í mínu liði. Já. Og bara vonandi tekst mér þetta vel. Já, herru, gaman að hafa þetta í frambúðinu. Ertu búin að safna þessum 1500? Ég á nokkra eftir. Já. Þetta er að tínast hægt inn núna. Það er náttúrulega 70 manns að safna, þannig að það er erfitt að finna atkvæðin sem eru eftir. Já. En ég er búin að auðvelda þetta núna, þannig að fólk getur farið bara beint inn á www.austisraun.is og sendt mér sín meðmæli með rafrænum skilríkjum. Já. Það eru ykkur 2 vikur eftir til þess að safna? Það eru 2 vikur eftir og ég er alveg komin það langt, ég er alveg komin upp í 1200 eitthvað svo leys. Þannig að ég held að... Það er ólíkt það ekki að klúðra þessu. Já, þá var ég mjög svegt. Sko. Já, það er eitthvað eitt sem að, ég veit ekki hvernig er þetta að tengja það við þessa kosningabaráttu en þú blandaðist náttúrulega inn í eitt svona athyglisverðasta sakamál Evrópu og síður árum og svona Evrópu heimsins. Bara heimsins. Það sem mikil vinkona þín Rúsja Ignatova. Hún hvarf. Já. Hún hvarf 2017. Við vorum mjög nánar og vorum bestu vinkonur þannig frá því að ég flutti til Búlgaríu 2008 þá kynntust við. Og hún átti meðal annars með mér Ice Queen Productions sem var þá framleiðsla á alls konar vörum og fötum og við áttum búðir líka. Þannig að hún var viðskiptafélagi? Hún var viðskiptafélagi minn líka og svona nánasta vinkona og svo stofnaði hún OneCoin 2014 og ætlaði þar að gera bestu rafmynd í heimi. En sem reyndist síðan að vera bara einhver svikamilla? Sem reyndist vera svikamilla en þetta er svona vafasamt orð út af því að það er alls konar ályktanir dregnar upp út frá þessu máli. Að mínu mati er það ég er náttúrulega eina manneskjan sem er náinn í kringum hana, það er engin annar nema ég sem fekk að fylgjast með þessu svona frá upphafi og þekki þá sem startaði þetta og svo leiðis. Þá var ætlunin var alltaf að gera rafmynd sem myndi vera betri heldur en Bitcoin. Á einhverjum tímapunkti var þetta að skemi út af því að ég held að kannski reynslan á þessum sviði hafi ekki verið nóg hjá þeim sem störtu þessu. Þetta er allt spurningum, þetta er svona tæknilega fítusa í kerfinu á bakvið síðuna hjá þeim. Þegar upp á staðið þá var hún að selja fólki eitthvað sem ekkert var. Já, það var það kellingapenningum og skilaði tilbaka verðlausu. Já, hún rakaði inn biljörðum, skulum við segja. Já. Og það vantaði
inn í kerfið eitthvað sem heitir blockchains sem að svona skráir alla færslur á einhvern hátt og þessi fítus var settur of seint inn og þegar þau gerðu sig grein fyrir því að það var ekki hægt að bæta inn eftir að það var búið að ráða alls konar sérfræðinga út allan heim til þess að reyna að díla við þetta að þá náttúrulega stendur bara uppi og gerir þig grein fyrir því að þú ert búin að svíkja allan pening út úr heiminum og hvað átt að gera annað, hvort tekur afleiðingunum eða hverfur. Heldur hún sé á lífi? Eða náttúrulega ert drepin. Heldur hún sé á lífi? Ég held hún sé ekki á lífi, nei. Heldur hún hafi verið drepin? Ég held hún hafi verið drepin, já. Það er rosa mikið hættulegu fólki þarna í Austur-Evrópu og þegar þú ert að tala svona gífurlega peninga og vinna með svona gífurlega peninga þá ert í stór hættu alls þar bara þegar þú lappar út af hurðina heima hjá þér sko. Hvað var peninga? Það veit enginn. En nú varst þú, eins og þú segir, að þú varst nærinni heldur en flestir. Allir. Já. Var þá ekki, varst þú ekki grunnuð gresku, eins og sattir? Nei, ég bara slapp alveg út úr þessu máli sko og enda var ég lítið með puttana kannski í viðskiptunum sjálfum, ég sá íventa fyrir OneCoin og mig gruna aldrei neitt græsku og ég svo sem hafði ekki hugmynd að þetta væri einhverju risa svikamilla sem væri að fara að springa sko. En þetta mál fylgir þér? Þetta mál fylgir mér, já, en svo sem hefur ekki haft negin áhrif á mitt líf, þannig sé sko. Ég er að spyrja þetta núna og það sem þú ferði allstaðar, það er verið að spyrja þetta og ert ekki að taka þátt í að búa til einhverja þættu þetta? Jú, ég hef verið að aðstoða svona rannsóknarblaðamenn og framleiðendur sem er að gera þætti þú veist, akkur þetta gerist, hvernig gerist þetta og hvað gerðist þarna akkurat og þetta var svo stutti tími, þetta er bara þarna 2014 til 2017 og þá hverfur hún samkvæmt nýjustu fréttum þá var hún bara tekin að lífi í Grikklandi og skorin í bita og hent í sjóin. Já. Þannig að það er spurningum hvort að það sé eitthvað til í því eða ekki en miðað við hvað við vorum nánar þá held ég að hún sé dáin og ég held hún hafi dáið bara þannig stutt eftir að hún hvarf. Hvort að það hafi verið einhverjum mafíusar bakvið eða einhverjir reiðir fjárfestar eða þú veist það er alls konar flókin mál sem fylgjaði eiga svona ótrúlega mikið peningum. Og þetta er svo stórt mál og þetta er mikið búið að skrifa þetta, margar fréttir og það verið að skrifa bækur þetta, það verið að gera bíómyndur þetta og þetta mun lifa áfram. Og það er margt ótrúlegt í þessu máli og kannski er það enn ótrúlegra að það kæmi sér í eftirmálunum. Nei, ég er því fórsett. Þá fyrst kannski byrja þessi saga að verða ótrúlega til þess að þetta trúinni. Já, það er því bara skemmtilegt tvist inn í þetta. En þetta var alveg ótrúlega góð reynsla fyrir mig. Þetta er náttúrulega hræðilegt að upplifa þetta. Ég er náttúrulega, misti þarna bara nánustu manneskju og og viðskiptafélaga og hún náttúrulega var í stór partur af mínu lífi og hjá bönnunum mínum og öllu og hún var ekki vond manneskja, þetta var bara ótrúlega klár kona, bara klárar en flestir sem að ég hef hitt á minna æfi og hún ætlaði engum illt. Þetta fór til fjandans. Þannig að það var eitthvað að dómgrind hennar. Já, ég meina hún náttúrulega, þú veist, hvað gerir þegar þú ert að feysa það að þitt viðskiptaævintýri og allt það sem þú ert búin að byggja upp sem var gífurlegt á þessum tíma sé að fara að hrynja. Ætlar að, þú veist, maður veit ekki hvað ákvörðun tekur þessu, reynir að láta þig hverfa, reynir að bjarga þér út úr þessu, þú veist, viltu fara í fangelsi í 20-30 ár? Það er yfirleitt á þeim tíma sem að fólk gerir eitthvað sem er kriminelt. Þá þarftu bara að hugsa 1, 2, 3 og taka ákvörðun. Ég ætla ekki að afsaka það sem hún gerði, en ég meina fyrir mér er hún ekki þessi manneskja, hún er ekki eins og hún er hérna topp 10 á Interpol listanum. Hún er bara vinkonu mín og bara venjuleg stelpa og bara. En við tölum á hann dómgreind. Er það eitthvað
mælikvarði á þína dómgreind að þú treystir konu sem er eina af topp 10 á eftirlistum í heiminum? Mér finnst þetta nú of gróf spurning. Það er ekkert sem að bendi til í okkar lífi saman að henni var ekki treystandi. Nei. Og það var enginn sem bjóst við þessu, ekki hennar helstu fólk, lögfræðingar eða neitt. Nei. Þetta voru fjölskylda, það er ekki hægt að sjá í gegnum svona, sko. Nei. Og það sem að hún braut af sér, það var það okkur þáttum sem ekki snéru að þér. Þín samskipti þarna voru á allt öðru svæði. Já, hún nefndi aldrei neitt svona. Þetta mál fylgið þér, eins og ég er að segja, það spurðu það þessu út allt, eða ekki? Nei, ég meina fólk veit náttúrulega að við vorum nánar, sko. En þú veist, það hefur ekkert tengst mér þetta mál þannig sé, sko. Þó að maður þekki einhvern sem er kannski í svona stöðu. Þá ætti það ekki að hafa áhrif á. Hefur ekki haft áhrif á það sem ég gerir, sko. Herðu, Ásdís, ég vildi bara spyrja um þetta því að þetta er bara svo merkilegt mál og það er eitthvað það er svo ævintýrlegt. Þetta er merkilegt mál og er ekki búið. Það er ennþá verið að vinna í þessu öllu. Herðu, en gangið þér vel í kosningabaráttunni? Bara takk fyrir, kærlega. Ok, gerðið. Já, ég þakka Ásdísi Rán og öllum gestum sem hafa hingað komið og biðst afsökunar á því að ég hef verið eitthvað ekki alveg skýr í kollinum, verið að mismenna mig og kalla fólk nöfnum sem það heitir ekki, biðst afsökunar á því. En þetta eru lokin á rauðaborðinu í kvöld. Ég bendi á að þið getið hjálpað okkur við að byggja upp samstöðina með því að benda vinum og vandamönnum á að það má finna efnið okkar víða. Það er á Facebook og YouTube og öllum hlaðvarsveitum. Við erum í útvarpinu á 89,1 á FM á stór höfuðborgarsvæðinu og það má finna þessar útasendingar á spilarann. Spilarinn er bæði á netinu, spilari.is og svo spilarinn líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna hvað sem er í heiminum og við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem að fá sjónvarpið sitt frá símanum. Þar er við númer 5 á fjárstýringunni. Þar er sendt út 24 tíma á sólarhring 7 daga vikunar, allan ársins samfélagsumræða við þetta rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðarinnar. Kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum líka upp á efni samstöðarinnar. Hver veit, kemur í ljós. Þið sem að viljið leggja okkur lið með að byggja þetta upp því að samstöðin er náttúrulega tilraunaverkefni, hvort það hægt sé að búa til fjölmiðil sem er óháður ríkum köllum og auglýsendum. Þið getið gert áskrifundur með því að fara inn á samstöðina, það er hnappur sem ástendur áskrift, þið getið skráð ykkur fyrir 2.500 krónum sem er grunn áskriftin, þið megi borga meira ef þið viljið og því sem að kjósið getið látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið og það er alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Þetta er sem sagt fjölmiðill í eigu áhorfenda, áheyrenda og lesenda og þannig á það að vera og vonandi tekst okkur að byggja upp slíkan sjálfstæðan fjölmiðil, hægt og bítandi, skref fyrir skref. Þannig hefur okkur tekist að koma þangað sem við erum núna og vonandi tekst okkur að komast lengra með ykkar hjálp. En ég ætla að segja góða nótt núna og við sjáum svo á morgun. Þá verður rauðaborðið klukkan 4 í eftirmiddaginn. Þá er vikuskammtur. Þá ætlum við að fara yfir 4 fréttaviku með áhugaverðu fólki. En þangað til, góða nótt. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði.